Þessi þáttur í boði Pop Smells frá Nova Sirius. Þetta súkkulaði pop, kemur í 2 bragðtegundum með venjulegu súkkulaði eða pipardufti. Pipardufti svona uppáhaldið mitt. Þátturinn líka í boði Doritos, snakk frá Ölgerinni. Doritos kemur í nokkrum bragðtegundum, þar á meðal sour cream sem uppáhaldið mitt. Ég vil þakka þessar fyrirtækjum kærlega fyrir stuðninginn og ég vil líka þakka ykkur fyrir að hlusta að horfa á Bíóblæður. Endilega fylgið Bíóblæður öllum þessum miðlum, YouTube, Spotify, Instagram, Facebook og ekki gleyma næst þegar að horfa á góða mynd. Kaupa Pop Smell og Doritos. Við ætlum að tala um 90s myndir. Já, loksis. Þú elskar 90s? Ég elskar 90s, maður. Hver elskar ekki 90s? Ég segi það. Þetta er besti áratugurinn. Ég kom með stílabókinu mína. Stílabókin góð. Hún er mætt. Hún er mætt að staðin. Yes. Við ætlum að tala þetta var mér svo hugmyndur á þér. Já. Við ætlum að tala um svona 90s gullmóla. Yes. Og það er spurning svona, við vorum aðeins búin að ræða þetta á Facebook, hvernig við túlkum það í rauninni, gullmóla. Ég get alveg sagt þetta strax, ég er ekkert að koma með einhverja myndir sem þú aldrei heyrt um. Ég held að við séum örugglega ekkert með svipar í hvernig við nálgunist þetta að koma með. Þetta verður örugglega svolítið spes. Þetta verður eitthvað svona hrærigrútur. Já. Það er alltaf leið. Mín nálgun var svo að þetta er kannski aðalega svona myndir sem mistur á vanmetnar. Já. Eða kannski líka bara minna fólk á. Alveg sama ég. Já, þannig við erum ekki að fara að tala um Matrix, Sixth Sense, Braveheart, Forrest Gump. En, ég meina það er fullt af fram leikurum í þessu myndir sem ég með. Þetta er alveg stórar Hollywood myndir þannig. En margar aðeins sem ég veist kannski hafa glemst eða bara... Týndar myndir. Týndar, vanmetnar, eitthvað svoleiðis. Já. Ég er ekkert að fara að koma með eitthvað 10 myndir frá Suður-Kóreu sem að enginn... Ekki heldur. Skilurðu? Þannig að, já, þú ert ekkert með þannig. Nei. Þú ert ekkert með eitthvað svona alveg falda demanta. Nei, bara svona myndir sem að svona, fólk er kannski búið að gleyma eða fóru aðeins fram hjá þeim sem að mér finnst að eiga minna á, sko. Aðeins að nefna, sko. Ok. Hugsaði þannig, sko. Finnst þér líklegt að þú ert með 15 myndir, ekki? Jú. Já. Ég veist það, ég listi mér á 60 myndir. Sama hér. Ég var að fara yfir áðan, ég bara shit, þetta er örugglega erfiðasta valið sem ég lendi í. En það sem við skulum gera, af því ég var að fylgja út, þá fannst mér þetta svo ógeðislega skemmtilegt. Já. Ég hugsaði mér, veistu það, við gerum bara seinna 90s gullmólar part 2. Ég er með nóg efni í það. Já, þannig að höldum okkur 15 myndir, Ok, en ef að fólk er að fylgja þá Já. gerum við annars svona þátt. algjörlega. Til í það. Ok, raðaði þú þínum sérstaklega, ykkur sérstaklega röð, að fór þetta bara svona í tímaröð? Ég er með þetta þannig að Ég held ég muni bara nefna eftir tímaröð, þú veist. Ok. Er eitthvað ár, bara fljótu bræði, er eitthvað ár hjá þér sem er kannski með, þú veist, mjög marga myndir eða? Fattar hvað það er? Nei, ég dreifði þessu nokkuð vel, sko. Ok. Ég er með 2 ár það sem er sko 5 myndir og 4. Ég er með meira svona seinnipartinn af þessum áratug. Ok. Já, sýnst það. Ok. Meira svona eftir 95. Já, ég er með 95 og 96 er stór árið mér. Já, það er sama hér. Ok. Annars er ég með, já, ég er með flest, ég er með myndir öll árin nema 92 og það var 3 ár sem ég gerði ekki. 92, 97 og 99. Ertu með eitthvað myndir þessum árum? Já, það sem ég valdi, já, eitthvað. Ok, eitthvað. Já. Kemur ljós. Ef ekki bara taka eina mynd í einu, sérst, þú kemur með eina mynd Já, og ég kemur sem eina og svo kollu hangtur og búum allt. já, en vá hvað við höfum efni í annars svona þátt, sko. Já, ég veit það. Herðu, ok. Minn listi var helvítið langur. En það er samt gaman líka að þurfa aðeins að challengea sjálf sig Já, og já. kötta bara niður í 15. Við erum ekki með neina honorable mentions. Nei. Gerum frekar bara annan þátt. Ég hugsa það bara, Já, ég var að klára lista minn, ég hugsaði bara, mér langa að gera annan þátt, en það er svo ógeðslega marga skemmtilega myndir sem við getum talað um. já. Þannig við Hvað voru mikið að litlum svona gullmála myndum á þessum tíma? Þess vegna langaði maður að gera það þátt. Ég veit það. Þú veist, þetta var svo góður áratugur. Fáránlegt. Þú segir litla myndir, ég er bara eitthvað svona, mínar er kannski betur lit. Já, þú veist, ég er ekki heldur með litla myndir, en þú veist, þú veist, ég reyndi að velja myndir sem ég held þú hafur ekki talað um hérna, sko. Ok, ég gerði náttúrulega 90s þátt með Kíló Já, og það er náttúrulega fóru alveg svona hratt yfir sögu og ég kannski nefna eitthvað þessu myndir sem ég nefni í dag voru í þeim þætti, já, en það var æðislega skemmtilega þáttur. já, takk fyrir Ég er það. ekki bara að horfa á svona 3-4. Takk fyrir það, þú veit sem ekki 90s skur. Ég dýrkaði þann þátt. Þannig að fólk eru bara fyrirgjá. Ég kannski að nefna eitthvað sömyndum, en þá kannski við getum sett aðeins meira púður í þær akkurat núna, Já. að ég er ekki að nefna þessi sem voru númer 1 pick sem er í þeim þætti. Já, Ok, byrjum bara
Ertu þá mynd frá 1990? Nei, Ok. ég er ekki með neitt fyrir en 92. Ok, þannig að þú ert ekki, ok, skemmtilegt. Þú er með 92? Ég hefði alveg viljað hafa einhverjum 90 en ég er svona, að því ég er bara með 15 þá er ég að taka þess niður. Ok. 90 skullmálar, 90 skuldmórar. mynd frá 92, er þetta mynd sem að bara þið finnst að hreikala vannmetin eða bara gleymt? Eða? Ég held að þetta er mynd sem að ég held að ekkert margir viti en já, það er mjög vanmetin finnst mér. Ok. Og hún heitir American Me. Með Edward James Olmos? Yes. Ég held ég sé ekki með að sjá hana. Ekki sé hana. Ég held ekki. Þetta er svona Gott pick. American History X, svona, eða kannski ekki American History X, en svona, þetta er svona Scarface fyrir Mexikana, þú veist, eða þetta er svona gangstermynd, svona, mér finnst þetta best svona gangstermyndin svona mexikanska mafíu. American Me, ég man til Já. coverinu, en ég nokkuð sé aldrei sé hana. Já, hann skrifa hann líka, og leikstýri, þetta var bara myndin hans. Leikstir hann henni? Yes. Veistu það, er það eina mynd sem hann leikstir? Nei, hann hefur leikstýri eitthvað, hann er lúmskur, sko. Ok, ég hef alltaf tengt bara við hann sem leikara. Já, ég líka, en hann ég held að hann hafi gert mikið á svona litlu myndum, sko. Ég myndi hann, þegar hann var að leika í Miami Vice þáttunum, þá var hann eitthvað að reyna að koma einhverju mynd að koppin eitthvað og Miami Vice hjálpa hann með það, sko. Já, Af því hann fekk, þú veist, athygli frá þeim þáttum, sko. American Me. American Me, já. Þetta er svona, þetta líka þessu við Carlitos Way, þetta er svona, já. Er hún Hann er líkari svona- henni heldur til það Scarface? Já, ég myndi segja það. Já. Ég myndi segja það. Mhm. Hann er svona eldri glæpamaður sem er svona komið tilbaka held í hverfi sitt. Ég reyndar svolítið síðan ég sá hana, en bara ég horfði á þessa mynd slatta, sko. Ok. Það var svona ótrúlega góð. Ég mynd, þetta er svona eina af þessum myndir sem að, eins og leiður þess að nafnið, þá myndi ég hvað mynd þetta var. Já, þú veist hvað myndið Ég þetta veit hvað mynd þetta er, Já. en ég var bara svona, vá, ég held ég aldrei sé hana. En hún er svona, hún er alveg verið á listanum mín. Já. William Forsythe er í henni. Nei. Sem ég fyndi, Ég hann, elska hann, hann, hann leikur, sko, Mexikana sem er svolítið svona hvítur, sko, hann hafa verið eitthvað blandaður eitthvað. Mjög fyndi að sjá hann í þessu. Mér finnst það skemmtilegur leikari. Hann er lúmskur. Það eru sumir leikarar, þú törglega sammála þessu, að ég tók líka eftir því ég var að gera listan minn, að það eru sumir svona sem eru bara svona 90s leikarar. Já, hann er total í það, sko. Hann er 100% 90s leikari. Hann var bad guy inn í svona hálfu öllum myndum. William Forsythe, já. American Me, American byrja Me. vel. Já, ég mæli með þessu mynd. Fyrir þá sem að fíla svona gangstermyndir, þá verður það að sjá American Me. Ok, mín mynd er ekki lík þessar, sko. Ok. Og ég eins og segi, þetta eru fræga myndir og það er ekki sem sömur hana. Hardcore kvikmyndahamenn verða bara eitthvað, hvað, ég mæli þessar mynd, það því það minnum með þessa. Já. En við erum kannski að reyna líka stíla smá á, eins og þú talar kannski er yngra fólk Algjörlega. að hlusta á hana á bíóblæður og Já. kannski þekkir ekki þessar myndir eða Algjörlega. þannig að þeir sem eru hardcore kvikmyndahamenn, Já. listi minn er ekkert að fara eitthvað að springa ykkur á hausa. Nei. En þetta er samt myndir sem ég veist alltaf að tala um. Já. Og fyrsta myndi mín er frá 1990. Þetta er ekkit vannmeti mynd, hún fekk alveg myndi með fína dóma og hún, ég held mér að hann alveg gengi vel, ég held þess ekki eitthvað svona kvöldmynd, en ég held þetta er svona mynd sem ég er minna á. Já. Og þetta er eftir leikstjóra sem hefur stóra hrikalega vannmetin. Hann hefur gert 4 myndir, held ég, Í heldina. í heldina, minnum að lögreglega, helst bara búin að gera 4 myndir. Ok. Og þetta er mynd eftir Frank Marshall sem heitir Arachnofóbía. Já. Og ástæður ég vil minna fólk á hana, því ég horfði aftur á hana fyrir stuttu síðan. Og þetta er æðisleg, feel good, ævintýramynd fyrir alla fjölskylduna. Æðisleg. Það er allir að horfa á hana. Og Algjörlega. já, af því Marshall er nefnilega skemmtileg leikstjóri, hann gerir svolítið skemmtilega myndir. Það er svo solid. Ég held að ég bara búin að gera 4. Ég þessi Alive, Congo og svo Eight Below. heitir gerði það hann ekki? Kongo. Já. Já. Eight Below líka. Já. Með Paul Walker. Já. Ég var reyndar að sjá hana með hann að sleiða höndumyndin. Mér finnst hún æði. Já, ég hef búin að heyra sér heldur góð. Já. Þannig að eitt sem veist engin hans myndir að þeir eru allar svona nokkuð skemmtilegar. Hann er svolítið örugur. Já, og þetta er svona, það er svo hann fatti líka að bíómyndir snúist um það að þeir eiga að vera skemmtilegar. Ég myndi samt segja að Kongo væri vestamyndir hans. En þú veist, hún var alveg... Hún er mögulega á listanum. Hæ? Hún er mögulega á listanum. Það? Kongo er svona skemmtileg.
Já, hún er ágætt. Það er talandi górillíni og Bruce Campbell er með gott svona cameo í Það er byrjunni. enda mjög gaman að sjá hann þar. Mér finnst líka Laura Linney, mér finnst þetta skemmtilegt hlutverk hennar. Já, það? Já. Já, Laura Linney? Já. Ok, ég þarf kannski að fara að sjá hann aftur. Og Tim Curry er í Hann er alltaf aðeinslega. og við erum konur svo langt fyrir, ok, ég er bara að segja strax, konguðarlistan mér. Ok, Hún er ágætt. Mér finnst það skemmtileg. Arachnofóbía finnst mér tölvöld betri. Já, hún er aðeinslega. Arachnofóbía er alveg klárt mál, sko. Og það er þetta með Jeff Daniels. Hann er í góðum gýr. Já. Og eins og titillin gefur til kynna á snýstum kongulegar. Já. Og hún er bara nokkuð vel gerð ennþann dag í dag. Já. Og ennþá spennandi. Þetta er örugglega verið erfið mynd að gera. Pottjætt. Þetta verður stóra kongulegar. Þetta eru alveg kongulegar, þú veist, að stjórna kongulegar er ekkit auðvelt, örugglega. Nei, þetta er ekki tölvugerðar kongulegar. Já. Og ég á svo auðvelt með að tengja einhvern veginn við, ég held að við höfum talað um það áður, einhvern svona lítil smábæri í Bandaríkjunum, hann flytur úr borginni með fjölskyldur sinni, tekur við stöðu þar sem einhver læknir, svo fara skrýtni hlutir að gerast, þú veist, ég elska þetta stöf. Smábæðamyndir eru alltaf skemmtulega. Hvað er þetta við þessar myndir sem eru svona? Ég veit það. Það er eitthvað svona... Og svo er eitt leikar sem ég þykir rosalega væntum í þessari mynd. Já. Julian Sands, sem leikur Warlock. Já. Hann er mjög nálægt mínu hjarta. Það er líka svona 90s-gaur sem er svona poppar upp í 90s-myndum. 100%. Mér finnst það skemmtilegur. Hvað myndir hann fleiri? Julian Sands, hann er þekktastu fyrir örugglega Warlock. Já. Bara svona þögn í podcastunum. Var hann ekki einhver tölvugaur ykkur? Nei, ekki röglega. Allavega, hann er klálega svona 90s-gaur. Alveg. Hann er svolítið þannig leikari, hann hvarf svolítið fannst mér. Já. En já, ég vildi velja Arachnofóbía því mér finnst það æðislega ævintýramynd. Gott pick. Og líka eins og með svona myndir. Eru svona myndir gerðar í dag? Nei. Og sko, af hverju ekki? Þetta er ekki dýrara myndir að gera. Nei. Ég myndi segja að þetta er fjölskyldumynd, sko. Þetta er bara 100%. Familja horror þetta saman, sko. Já, en hún hefur samt svona eitthvað smá edge. Þú veist, það er smá horror element í henni. Já. En ekki of mikið. Þetta er ekkert að vera að hræða líftúrna fólki. Fríkar mig út ekki saman, sko. En ég setja hann við hliðina eins og Tremors. Nákvæmlega. Svona þannig mynd. Já. Og ef fólk fílar einmitt Tremors eða svona minni ævintýramyndir, með smá horror elementi fyrir alla fjölskylduna, Arachnofóbía. 100%. Algjörlega. Tremors aðdóndur verða að sjá þessa mynd, sko. Já. Ok. Ekki spurning. Næsta mynd. Næsta mynd er Midnight Sting með James Woods. Midnight Sting? Já, þú James Woods aðdóndi. Elskan. Þú verður að sjá þessa ef þú ert að sjá hana. Hann er svona con artist mynd sem að Louis Gossett Jr. Ég fíla hann. Leikur aldraðan boksara. Og þeir fara inn í smábæðamynd. Það? Og þeir eru með svona con að hann á að berjast í boksi við einhverja 10 gaura og það er eitthvað bett í gangi og James Woods er svona con artist. Þetta er svo skemmtileg mynd. Ég er búin að sjá hann svo oft. Hvað, akkur? Sko, hún heitir Midnight Sting hún var kölluð Diggstown líka. Já, ok, ég er að googla það aðeins. Já, úti var hún kölluð Diggstown en var hún kölluð Midnight Sting í Evrópu. Þessa myndi ég var aldrei hýrt þú verður að sjá þessa mynd. Þetta er myndur sem ég var að kíkja á. Líka þegar svo finnir hlutir að gerast í boxinu í dag og svona, ég minnum alltaf á þessa mynd eða Great White Hype. Þetta er svona mynd sem ég var að kíkja á, sko. Oh my god, þetta hljóma vel. Þetta er svo skemmtileg mynd. Þú myndir fíla þessa mynd í bot, sko. Herru, þetta er bara þessi voru óal á lista minn. Já. Diggstown. Ég eiginlega öfund að það hefði ekki síðan. En það er svona gaman að eiga inn eitthvað svona góða, skemmtilega 90s mynd. Gaman þegar maður finnur 90s mynd sem maður ekki séð, maður bara, yes. Ok, Midnight Sting. Já. Mjög svona bara... Mér langar bara að horfa núna, hættu bara podcastinu og... Já, þetta er, ég veit þetta er að fíla þessi mynd, sko. Þetta er bara... Ég las hvað hún er og ég er all in. Já. Og James Woods, málega, hann in the 90s. Oliver Platt er hann að, þú veist, líka. Já, ég sá það, Oliver Platt. Já. Ég er til í hana. Þetta er mynd fyrir þig, alveg klár. Ég var að vona þeir ekki séð hana. Ég var svona, tjóðlega vonið að Hafsteinn hafi ekki séð Midnight Sting því að hann aftur að fíla þessi mynd. Ekki ef ég bara ekki séð hana, ég er bara dreist þessi mynd. Sem er fáránlegt. Já, þannig að þetta er alveg klárlega samkvæmt þér. Þetta er ástæði fyrir að höfum hana þátt, að rifja upp þessar myndir. Ég meina bara geggja líka fyrir mig að fá bara
skilur, beint í æð, einhverja mynd sem ég ekki séð og frá mínum upp á þessu áratí. Já. Þó ég elski að 90s, þá er ég ekkert búin að sjá alla myndir sem hafa komið út auðvitað ekki. á þessum tíma. Ok, Midnight Thing. Það er flottari titill heldur en Diggstown. Diggstown er fárlega til, það var eitthvað sem þið gerði út eitthvað, Midnight Sting er bara, það segir Sting eins og Sting-myndin svona, Aha. þetta er svona con artist dæmi, æðislega mynd. Líka bara flott orð, Midnight og Sting. Já, ég ætla ekki að segja meira, þú að vera bara að horfa á hana. Ég til hérna. Ok, myndi sem ég er með núna, frá 1991. Frá hvað var hún? Var hún 92 Midnight líka? Sting var frá 92. 92? Já. Ok. Þessi mynd, mér finnst það að vera vanmetur. En ég er þessi fullt að liði sem segja hún þessi ömuleg. Og hún er rosalega skrítin frá 1991. Og þetta er mynd sem ég er búin að sjá nokkuð oft. Og hún er rosalega kjánlega á köflum. Ég er að halda það spenntum. Það er vel skemmtilega að koma með smá svona tís. En mér finnst hún þetta er ekki ævintýramynd. Þetta er bara svona, eins og ég stundum tala ef ég geti bara með eitthvað svona flokk sem er bara svona skemmtilega myndir, þá myndi ég bara setja hann þar. Já. Því hún er ekki, ég er þessi til sem grínmynd, mér finnst það ekki svaklega fyndin, mér finnst bara skemmtileg. Þetta er Nothing But Trouble. Með Chevy Chase, Já, Demi Moore, alveg rétt. Dave Aykroyd, Voru það ekki að þeir leikur nokkur hlutverk eða ekki? John Candy leik nokkuð hlutverk, eða 2. Dan Aykroyd Ég líka. held að Dan Aykroyd var líka leiki Hann var dómarinn þarna og á eitthvað. dómarinn og hann leikst henni líka. Ég var bara að gleyma þessari mynd. Ég sá hana sko, en ég var bara að gleyma þessari mynd. Það var rosalega weird mynd. Þetta er steikt mynd, sko. Alveg rétt. Já, það er fullt að leikur mínu. Já. Líka þarna, þú veist, hvað er það, 90? 91. 91, já. Já. Þú veist, John Candy og Dan Aykroyd saman, Já. þú veist. Það klikkar Og ekkert. Chevy Chase. Chevy Chase. Þannig stuttum árum fyrir það sem ekki séð hana, því ég held að þetta er alveg mynd sem margir er kannski ekki búin að sjá. Ég er alveg bara að gleyma hvað hún er. Já, þetta er skemmtileg mynd. Hann leikur eitthvað svona, ég man ekki hvað hann er eitthvað Wall Street gaur eða eitthvað, hann Chevy Chase. Og hann fer í eitthvað svona roadtrip með Demi Moore, Já. hann ekki alveg okkur það var. Það er kannski 4-5 ár síðan svona síðast. Og þau enda, þau fara með öðru pari, og þau eru tekin á löggunni. Þau fara til eitthvað svona, mér minnir mér að heiti eitthvað svona Transylvania bærin eða eitthvað. Já. Og tekin á löggu og það er John Candy fyrir ofraðan akstur eða eitthvað. Já. Og þau eru, hann tekur þau með sér til dómara bæjarins sem er Dan Aykroyd og hann er ógeðslegur. Já, alveg mann því. Hann er ykkur svaka make-up með eitthvað gerfi nef og eitthvað. Já. Og hann er bara psycho þessu gaur. Já. Þau enda á því bara að þau eru bara innlokuð í húsinu hans. Og inni í þetta er líka, það eru leyniherbergi og það er eitt atriði sem að Chevy Chase er á milli veggjana í húsinu. Já. Og er að horfa á Dan Aykroyd, þá tekur hann af sér nefið. Alveg rétt. Það var alls svona dót. Svona weird, var svolítið svona aðtalsfjölskylduð feelingur yfir þessu. Smá. Já. Það er svona smá horror element. Já, já. Svo eru tvíburar í henni, Já. sem er svona, ég minnir að Dan Aykroyd sé annað þeirra, sem eru svona, þetta er næstu svona garbage pail kids eða eitthvað. Já, sköllóttir ekki. Já, jú. Já, ég meina róman eitthvað í þetta. Ég Nú man- fer ég að pikka þetta upp, sko. Já, ég man þegar ég sá þess mynd ég var yngri. Já. Mér fannst þetta pínu skeri. Já. Og þeir eru eitthvað svona, þú veist ekki, ykkur manna þetta liggur við, þetta er rosalega stygt mynd, að þetta er svona grínmynd. Svo ekta nætis. Þetta er mættismynd. Svona myndi fór að gera það. En það er eitthvað fullt af fólk sem þú horfa á hann og er bara, þetta er alveg kjátt Já. og ég skil það alveg. Já. En ég einhvern veginn elska lenda í einhverju húsi, það eru leyniherbyggi, það eru alls konar einhverja næstu, já, þeir eru búin að, þessi dómar er alltaf búin að taka fullt af fólki bara af lífi og þau finna eitthvað gömul ökuskírteini minni mig og frá alls konar liði og þau eru með sko eitthvað tæki til að setja fólki í og þetta er alls konar výrdótt. Þannig að túristar hafa komið oft þarna og þetta er svona. Já, eða þú veist, hann er alltaf að taka, löggan er alltaf að taka fullt af einhverju liði, Já. svo bara hverfur það Hverfur hjá þau, já. þessum dómara. Svolítið eins og from Dust to Dawn, svona. Smá. Já. En þetta er ekki full-blown. Þú veist, þetta er ekki þannig horfamynd en. Nei, og því en hún svona, þú veist. já, og mér þeir minnir alltaf líka, taka já, fólk. mér minnir sér, þú veist, PG-13. Já. Hún er ekkert ógeðslega þannig. Já. En mér finnst þetta líka alveg svona fín fjölskyldumynd. Já, ég allt þú segir þetta bara, nú mann ég eftir þessari mynd. Ég man eftir hann að hulsturinu, Já. þau eru öll eitthvað og ég með dómarinn gett svona weird aftast svona. Já, maður að gleyma þessari mynd maður. Já. Þetta er svona mynd sem Þetta að, er ekta nætismynd, sko. þetta er ekta 90s mynd. Og mér finnst hún, margir myndir segja hún eldist illa, mér finnst hún eldast okkarlega, mér finnst hún ennþá skemmtileg. Já. Og ég er alltaf mikil Chevy Chase maður, mikil John Candy maður. Já. En ég segi, það er ekki kannski mikið mynd af hana bröndur mínu. Nei. Það er bara gaman að horfa á hana. Já.
líka á þessum tíma voru þeir að taka meira áhættur í svona grímyndum, þú veist, það var ekki alltaf bara pure Já. grímyndi, það gáttu verið svona mix, Já. þú veist, horror grímyndi eins og það Burbs og já, svona dót. nákvæmlega, já, nákvæmlega, þetta fyrir svolítið svona flokk og Burbs, Já. Nema mér finnst þessi skemmtleri. já, mér varst þetta Burbs ekkert frábær. Nei, af því það er líka eins og í Burbs, þá var svona, það var svolítið verið að tísa mann. Já, En það var einhvern veginn aldrei neitt sérstætt síðan á bak við það tís. já, ég mitt, En í Nothing But Trouble, þá er alveg, já, það er eitthvað weird í gangi að já, já, ég mæli með henni, Nothing But Trouble. það að kíkja á hana mér. Hvað er það næst með? Herðið, maður sjá. Ég vona að þú veist, ef þú ert ekki bara myndir sem ég ekki séð eða ekki heyrt þá skammast mér fyrir listamenn. Það heitir allt fræga myndir. Myndi ég segja. Já, getur vel verið að ég segi að koma nokkur sem þú hefur ekki séð. Næsta mynd hjá mér er líka 92. Ok. Þú trefnir því ári? Er þetta ekki Já. þriðja frá 92? Jú, það er... Nei, jú þriðja. Jú, en þetta er senasta frá því ári. En allt í góðu, sko. One False Move. Hefur heyrt hana? Ég hef ekki séð hana. Þetta er krimmi sem að sló í gegn á þessu ári sem Billy Bob Thornton skrifaði og leki og Bill Paxton leki henni líka. Mér finnst þess að ég kannastu cover en ég hef ekki séð þessum mynd. Já, coverið var á lögreglubíl búinn að stoppa bíl eitthvað og sést bara, þú veist, bara ljósin eitthvað, bara við svona veg, þetta er algjör svona vega krimmamynd, svona Nei, ég hef aldrei heyrt plot þessum mynd. symbol eitthvað. Þetta er svolítið síðan ég sá hana, ég man bara að þetta var herdigóð mynd, sem var svolítið, þetta var svona indie mynd. Þú vil að það koma með gott, þú ert að koma með gott stöf. Já, og Billy Bob Thornton Billy Bob Thornton skrifa fullt af góða myndum og svona, hann er Gerði hann ekki í Slingblade? já, hann skrifa líka The Gift sem líka mjög góð, hann er algjörð kameljónir, hann er snar klikkaður en hann er rosalega hæfileikaríkur. Já, Billy Bob skrifaði þessa mynd. Já. One False Move. Nei, eins og ég segi, ég hef bara ekki heyrt þessa mynd. Þetta var svona sleeper hit þetta ár. Svona, Svo var hún vinsæl. Já, þú veist, já, hún sprakk, ég held að þetta var myndi sem kom honum á kortið, sko, Billy Bob Thornton, sko. Það er alltaf á undan Slingblade. Já, er þetta ekki alveg, hvenær er hún? 96? 96, já, þessi er 92. Bill Paxton hann leikur henni líka. Þetta er bara svona alveg, þetta getur verið svolítið svona Coen-mynd, sko. Coen-brand-mynd, sko. Já, hún er þessleg. Já, svona krimma-mynd. Ég las hvað hann er, ég er all-in. Já. Það er líka, það er sem gaf Kíkja þessar þessa. 90s-myndir. Oft er bara, þú lest bara loglænið. Já. Og það er bara, fuck, til í þetta. ég til í þetta. Já. Eitthvað Gang of Killers og eitthvað, ég bróki ég til í þetta. Mæli með þessari, algjörlega. Sko, ég er að fara að skrifa niður bara, þegar ég klippi þáttum, það er að skrifa niður allar smyndir. Er Matrix að það? Já, mér. Óþekkt mynd sem heitir The Matrix. Nei, alls ekki. Það er eins og Ég er samt ekki bara með svona myndi, ég er líka með myndir þetta sem alveg þekktar, sko. að það. Já. Ég vona það annars. Já. En svo er líka misjant, þú veist, maður veit aldrei almennilega hversu, þú veist, og ekki svo Matrix, og veist alveg það er nokkuð frægmynd. Já. En þú veist ekkert eins og með One False Move, er kannski fullt af fólk sem þekkja hana, eða eru fáið sem þekkja hana, eða... Ég held sem mjög fáið sér þekkjana í dag, sko. Ok, næsta mynd til mér. Þú er búin að segja þessa. Pól. Og mér finnst þessi gleyma svolítið. Hún er frá 1993. Já. Ég stekka við 92, ég er ekki með neina frá 92. Já. Þetta er Eastwood-mynd. Þetta er auðvitað sammyndi ég er með. Nei. Þetta er In the Line of Fire. Ok. Þú þekkir með hana? Nei. Og jú, þetta er alveg frægmynd og hún var alveg vinsæl á sín tíma. En mér finnst hún oft gleymast. Hún er rosalega góð. Hún er geðveik sem mynd. Ég meina, en finnst þér hún vera gleymt samt eða? Finnst þér eins og fólk... Mér finnst það. Mér finnst hún æðisleg, sko. Mér finnst hún geðveik. Ég er ekkert beint að segja hún sé vannmetin, af því hún fekk alveg fína dóma, allt það. Já. En kannski svolítið gleymt. mér finnst það pínu. Malkovich er æðislegur í henni, sko. Hann er geðveikur í henni. Geðveikur í henni, sko. Wolfgang Petersen leikstir henni. Já. Hún er spennandi. Já. Henni Russo er leikur aðal kvenkarterinn. Og mér finnst einhvern stundum, svo líka bara sem með fólk í dag, þekkja Eastwood kannski einhver leiti meira sem leikstjóra. Já. Myndir ekki svona píns, kannski halda það? Já, hann náttúrulega, það kom ekki svolítið svona gat, þannig að hann var eitthvað að leikstýra myndum þegar það voru vestranir. Já. Svo kom svolítið gat og svo fór hann að leikstýra svona, ekki það mikið í 90s, kannski seinni hlutan. Hann var að leika fullt hann að milli 85 og 95, sko. Já, hann var að leika helling.
það þú veist, já, ég náttúrulega hef alltaf verið ístúdmaður, sko, Ég meina þetta er alltaf það ekki, fylgst með þessu, en ég vissi alveg þetta er ekkert gleymt mynd fyrir þig, já, skilurðu. En mér finnst hún mjög skemmtileg. Fjallarauðunum, fyrir það sem við vita ekki, hann er svona Secret Service-skur, Eastwood, venda fósitan og eitthvað. yes, Og John Malkovich, leikur Psycho, þetta er ennþá uppáhald John Malkovich, hlutur ekki mitt. ég held þessi sammálaður, hann er geðveikur í þessari mynd, sko. Geðveikur, ég man alltaf til byssun sem hann býr til, já, býr til plastbyssu. plastbyssuna, Og hann ætla bara að drepa fóstan. já, Og svo er þetta svona cat and mouse leikur ykkur og hann er svona tontan og Já. þetta er geðveik mynd, marga flotta setningar henni, Íslandi grjótarriðinni. svona myndir ekki gerðir í dag. Nei, er það nokkuð? Þetta er bara ekta 90s mynd sem er bara ekki gerð í dag. Af hverju? Af hverju vill enginn gera svona cop thriller eða, þú veist, er það bara bannað? Ég skil það ekki. Af því þetta eru ódýrar myndir að gera. Ég skil ekki af hverju vil ekki gera svona myndir. En eins og með þessa mynd, ég meina hún er líka bara vel skrifð. Já. Þetta er góð handrit. Já. Og í þessu tilviki, þetta er bara virkilega solid handrit. Hún er mjög spennandi. Já. Mér fannst þeir báðir frábærir, eins og það er eldingarleikur upp á þaki. Mjög spennandi. Hann er líka í henni Dylan McDermott, veit það ekki? Jú. Sem er Leikur svona partnerinn hans. ungan partner. Já. Hann var skemmtilegur, þeirra samband var skemmtilegt. Já. Svo er Ísúd bara ógeðslega skemmtilegur leikari. Já. En Þetta ég, er alltaf ekta hlutverk fyrir hann, sko. það sem ég kannski held er að, þú veist, kannski er bara rugl í mér. Mér finnst kannski eins og fólk tengi við hann meira sem svona leikstur í dag eða kúrika. Já, kannski svona yngra fólkið, það getur vel verið. Kannski Það- aðeins yngra fólki. Já, það er bara, þú veist, spagetti vesternir og svo bara er hann leikstjóri, þú veist, það er Að hann alltaf þekktastur gleyma fyrir, millistíðun á það, sko. ég meina hann leikur þarna bara einhvern Secret Service guy, þú veist, hann er ekki Dirty Harry Já, og hann er ekki meitt kúriki. Já. Þannig að, eins og ég segi, kannski þetta rugl í mér, mér einhvern veginn, þegar ég ræði við fólk Ísúd, þessi mynd kemur aldrei upp. Skilur. Já. Þess vegna vildi ég hafa hana með á listunum. já. In the Line of Fire. Ég ætla að svara þér Ertu með Ísúd með? með aðra ístúdmynd. Já. Ég ætla að vera með aðra henni undan, ég ætla bara að færa mig yfir hana, halda að fara með ístúd, Ok. sem er ístúdmynd með leikara sem að þú heldur upp á, Ok. sem er ekki ístúd, en ístúd er í henni líka, en Frá hvaða ári sem er? hann er litlu hluti ekki, 93. Hún er líka 93. 93. Og hérna, Já, hann er ég lögga líka. Og maður giska. Já, Perfect World. A Perfect World. Ég ætla að vera Hana hef ég séð. Hana hefur séð. Já. Það er líka svona, ég myndi segja að hún væri meira gleymdheldur en The Line of Fire, af því að Já, ég ég finnst ætla þess að rétt fólk sér. tali oftar um The Line of Fire, en fólk algjörlega gleymir að Perfect World, Já. sem er eitt af bestu hlutverkum hans Kevin Costner. Já, ég er eitthvað ekki séð hann í mörg ár. Já. En það er solid mynd. Kevin Costner að leika bad guys er virkilega áhugavert. Ég vil elska Kostner. Hann er góður í því, sko. Hvað var þessi mynd þetta? Var hann ekki með eitthvað svona strák með sér eða eitthvað? Jú, hann er hérna svona fugitive Já. og hann hérna rænir strák og er eitthvað að flýja við landið og Og Ísúd er alltaf. Ístúdur er eldan, hann er eitthvað svona lögreglustjóri og er eldan. Alveg rétt. Og Hver gerði þessi mynd? hann er leikstjórinn, Ístúd. Ísúd gerði hana? Já. Alveg rétt. Og svo Perfect World. er aðal atriði í myndinni er samband sko Costner við hennar strák, sko. Já, einmitt. Strákurinn er svolítið svona rólur, svolítið svona skrítinn og það verður svona sérstætt samband milli þeirra, sko. Og Gott pick. þetta er því miður mynd sem ég held að sé svolítið glemt, sko. Líka því Ísúd leikur er það ekki bara aukaldur, myndir ekki segja það? Jú, hann er mjög lítið hlutverk að hann, sko. Já. Hann er ekki oft aukaleikari. Eða skilur við? Nei, en það líka, hann setur vikt í að vera gaurinn á eftir honum, þú veist, hann alvöru gaur á eftir honum, en þetta er Kevin Costner mynd, sko, alveg klárlega, sko. Já, þess vegna kannski getur vel verið að fólk svona, að því ég er sammálaður, hún er svolítið glemt þessi mynd. Já, Þess vegna kannski fólk glemt henni af því að, ég veit ekki, þetta er náttúrulega ekki Ístúd svona aðaldur ekki. Já. Hvað myndir að segja frægari? Clint Eastwood eða Kevin Costner? Clint Eastwood er frægur í flestir leikarar og líka sko kynnslóða, sko. Hann var frægur í 50 ár. Ég var ekki að fara að segja, Pappi minn dýrkar hann, þú veist. ég var ekki að fara að Afar segja, ég var ekki að fara að segja að Costner verið frægari. Þetta var líka, þetta var smá trikkspurning. Já, Já, hann töluð frægari. Eastwood er bara stóru verið verða, sko. En þess er svo gaman, það er svona leikarar. Leika mitt bara, taka sér bara eitthvað aukaldur. Skilur, Já, eins og í þessari mynd, Já, eins og segir, þetta er svolítið Kevin Costner mynd, já, hann hefði Samt- ekki þurft að vera inni. en samt var Ísland til að leika í henni. Já, já,
ég held að, ég held að það sé til að setja vikt í þennan lögreglustjóri sem er eftir honum, að þú trúir að Eastwood sé svolítið badass, þú veist, og hann fattaði, ok, ég er bara að leika þetta sjálfur, þú veist, hann hefði ekki þurft að leika það í þessari mynd, sko. Hvað langt sér sást það? Það er alveg yfir 10 ár. Spurningum með eldist. Ég held hún eldist ágætlega, hún er ekki svona basic thriller, sko, hún er meira svona human, þetta er svolítið strákin og hann, sko, þeirra samband, sko. Ég þarf að reyfa hann upp. Og hvernig þessi harði glæpamaður svona fær svolítið samkennd með stráknum og er svona farin að tengjast honum svolítið, sko. Passa upp á hana í endan, sko. Hvað er þessi margar myndir á þínu lista? Sem er bara eitthvað, fuck, það var langt síðan sáður, kannski eitthvað rusl. Fullt af þeim, ég var að hugsa það. Ég reyndi að velja ekki þannig myndir. Það var fullt sem langaði að koma með. Svo er bara svona, það er alltaf langt síðan sá hana. Ég get ekki ábyrgt og séð það skemmtileg. Ég er nefnilega hent út fullt af myndir sem ég var bara svona, veist að ég get ekki tala mikið um það, ég hef ekki séð það í langa tíma og ég veit ekki hvort það sé actually gott pikk eða ekki. Það var fullt af myndir sem fóru út af því, sko. Sérstaklega frá 90, ég veit ekki með það, þú veist. Nei, ég vildi vera svona öruggur á því, þú veist. Flestar af þessum myndum, Já. Er til dæra stutt sem ég sá. Já. Sá þar aftur. En það voru af þessum 60 myndar lista. Ef ég haft aðeins meiri tíma, þá hefur ég vilja horfa á. Ég endur horfði á 2 á lista. Já. Fyrir þess að ég horfði á eina bara í gær. Já. Ég eftir að koma henni. Já. Að því mér langaði að velja hana. Já. Svo er bara eitthvað, svolítið síðan ég sá hana. Já, vera viss. Ég ætla að tjekka á hana aftur. Á ég vera að benda á hana ef hún er ekki nógu góð og varnarleg. Þess verið það. Já, hún er á listanum minn. Það er líka erfitt að finna þessar gömlu 90s myndir í dag. Það meina þetta er ekki á öllum streymisveitum eða eitthvað svoleiðis. Nei, það er ágætis úrval á Prime og eins og Hulu. Þeir eru oft með bara svona 90s. Já, fullt af þessu bara á DFT í kassa, sko. Já, einmitt. Ég er reyndar 8 ára á DFT, ég losaði með þetta næm. Ég gæti ekki sagt við kæristunum fluttum, bara herðu, það er 1 herbyggi fyrir DFT sann. Bara orðið massíft. Já, það var orðið held stórt. Myndi sem ég valdi, já, fyrir ekki, svo var ein mynd sem ég valdi líka. Eða fyrir ekki, sem ég ætlaði að velja. Svo horfði ég aftur á hana. Og ég var bara ég get ekki sett. Tókst hann út? Ég tók hann út. Hvaða mynd það? Loaded Weapon. Hún er æðið maður. Nei, ekki miskenn mig. Hún er svo skemmtileg. Mér þykir rosa vænt hana. Já. En svo horfði ég aftur á hana. Og ég var alveg bara svona... Þú veist, þetta er spúfmynd, ég meina... En eins og Hot Shots 2, hún er miklu betri. Já, klárlega. Ég er að taka eitthvað dæmi. Já, klárlega. En það kom út á sama árið eða svipum tíma. Já. En mér þykir vænt hana, en ég valdi hana ekki. En ég valdi þessa mynd. Ég verði að vera þessa. Mér finnst þessi finnst mér gleymt. Já. Þú veist bátt hvað myndið þetta er, en mér finnst hún algjörlega gleymt. Og það er Greedy. Michael J. Fox? Já. Og Kirk Douglas. Alveg rétt. Ég horfði á hann aftur í gær. Þessi mynd var ég alveg að gleyma þessari. Já. Þetta var fín mynd, já. Þetta er mjög solid mynd. Þau eru alltaf eldast í peninga, hann er gamall eða ekki. Jú. Gamli kallinn og hann, Kirk Douglas leikur Uncle Joe. Já. Ríkukall. Og öll fjölskyldur hans er hann að sleikja hann raskatið. Já. Í þeirri vonaði fái arfinans, eða bara peningarnas, þegar hann deyr. Alveg rétt. Og inn í þetta kemur síðan Michael J. Fox. Hann hafði rauninni yfirgefið fjölskylduna á sín tíma. Hann var alveg pabbi hans sem fór. Þannig hann hataði þessa græðgisfólki. Já. Þetta er svo vel skrifuð mynd. Hún er ennþá fyndin, gefði ekki karakterar. Er það? Alveg, já, maður. Gaman að horfa á hana? Já. Mér finnst það ennþá mjög skemmtileg. Eina sem eldist illa, og það er oft í þessum gamla myndum, það eru bakgrunnar. Út kannski á setti. Já. Svo sérðu kannski í glugga eitthvað og er eitthvað að gerast og maður er bara, Já. Fattar hvað við? Já. Það eldist ekki vel. En sagan, að hún er mjög vel skrifuð þessum mynd. Já. Og það er góð atriðinni, karakterinn er brilljant, Phil Hartman í þessum mynd. Manstu þetta núna? Já, var ekki hann sem að dó? Jú, bara Hartman sjálfur. Jú. Já, það er ekki. Konan strafar ekki. Já. Konan svo skota. Já, hann var góður grínleikari. Æðislu leikarinn maður. Og hann er ógeðslega skemmtilegur í Greedy. Hver gerði þessu mynd? Hann heitir Jonathan Lynn. Jonathan Lynn, ekta 90s-leikstjóri. Já, það. Hann gerði My Cousin Vinny. Já, ok. Svo gerði hann ein aðra mynd. Hann gerði alltaf einhverja nokkrar. Hann gerði Trial and Error. Hver kannastu þennan Michael Richards. Var ekki Michael Richards og Jeff Daniels?
Ég er ekki að velja hana. Ég bara Michael Richards Kramer. Já, var ekki Michael Richards í því? Trial and Error. Ég kannast rosalega við þetta nafn. Ég ætla að sína ekki póstur af þessu. Sér, þú ert að vera með þetta sem leiður sér pósturinn. Já, alveg pottið. Maður þekkir alltaf í 90s myndunum sem er bara póstur bara. Já, nokkulega. En ég man ekkert eftir þessa mynd. Alveg rétt. Trial and Error var eftir Jonathan. Nokkulega, ég man ekki neitt eftir myndinni, en ég man eftir þessu póster. Já. Allavega, hann var svona 90s leikstjóri. Og þeir sem skriðu þessu mynd, þetta eru görður sem skrifu City-slikars. Já, Þeir eru mjög alveg- vel skriðu líka. Þeir eru legit. Já, Og hún er fyndin þessu mynd. já, Og Michael J. Fox. svo góður. Elskar Michael J. Fox. Horfður ekkert á hann Spain City þættina? Já. Það er svo mikið gull. Mjög það skemmtilega. Það er svo geðveikir þættir. Já. Michael J. Fox er allt skemmtilegur. Það er bara alveg synd hann hafi Hann er veikst. svo hæfilegur ykkur með þér. Hann líka bara er með þetta sem sumir leikar eru annarkvort með eða ekki. Hann Já. er bara með þetta it-faktor eða Já. x-faktor eða hvað allt kallar þetta. Já. Og það er bara svo gaman að horfa á hann. Já. Ég er ekkert að þetta besti leikarin eða besti að finnasti grínleikarin. Hann er Nei. alltaf gaman að horfa á hann. Bara sjarmatröll. Það er bara, hann hefur Sjarmatröll. gífurlegan sjarma, sko. Já. Svo er einn leikun í Greedy sem ég veist vera pjúra nændisleikuna. Þó hún leiki hann það í dag. Ég kíkti mér svo inn í B hjá henni. Það er mér svo langt síðan ég síða hana. Nancy Travis. Já, sem var í Svo er American X-Murderer. Já, til dæmis. maður, hún er svo mikið nændisleikuna. Og hún er rosa nændisleikuna. Alveg Hún er í rétt. Greedy. Alveg rétt. Og Kirk Douglas. Ég er nokkuð sem það að þannig fyrst sem ég sé hann. Af því Já. hann er svona 50-60s leikari. Nákvæmlega, Spartacus og eitthvað. Já, ég meina Spartacus held ég frá 1960 eða eitthvað. Hann var góður leikari. Mjög skemmtilegur. Er hann ekki dáinn? Hann Jú, Já, hann- en pældi, hann hann nýdáinn. dó bara í fyrra. nýdáinn. 103 ára. Kallinn lifði. Tjófisins Harry Axelmaður. Og ég elska alltaf svona hans. Já, Michael. Michael Douglas. Já. Og Kirk Douglas, að þið erum að tala um Greedy, hann er svo góður í þessar mynd. Mhm. Og það sem mér svo gaf þessa mynd, þetta er grimmynd, en hún er samt með einhverja sögu, hún er að segja eitthvað, og það er henni bara græðiger, Já, peningaskiptingu máli, það er annars sem skiptir meira máli. Mhm. Ég vil ekki spoila ef fólk er ekki síðan þessa mynd, það er bara hvernig hún endar. Það er svo briljant. Það er svo briljant. Ég man bara, þú veist, nú er ég að rifja hann upp í hugan bara þú talar um hana. Hann var rosalega svona að spila með þau ekki og hann var svolítið svona Jú, svolítið kúki við þau, þú veist. Jú, Hann var að þykjast þeirra svolítið svona heila döður ekki en var það ekki eða svona, hann var að reyna bara að koma að staði, hver elska mig, já, bara... hver vil sjá um mig eða ekki. Já, þú veist, af því hann á svo mikið pening. já, Þannig að væntalega fyrir svona fólk. Þú veist ekkert, þú veist, er þessi manneskja að fíla mig já, af því að ég eða Já. af því ég á fullt af peningum? veistu hvað hann trestir. Já, hann er svona, svolítið svona að reyna að komast að því. Já, En inn í þetta fléttast líka alltaf bara þessi psycho fjölskylda. Þau eru öll svo fyndin og skemmtileg. Og þau eru svo mikið að reyna að sleikja raskandi á Joe með því að drulla yfir líka heina systurina og bróðurinn. já, Þannig að þau eru öll með engaspæjara komur yfir, já, sem eru að rannsaka hvort annað já, og eru svona eða ekki fyrir hvort öðru. er ekki fyrir hvort öðru og bara eitthvað, herri, já, hvað okkur þegar þú misti vinnun um daginn og þá var það eitthvað svona lindamál og þá var eitthvað engaspæjar búið að komast, þú veist, eitthvað algjörlega grilladót, sko. Já, En mjög skemmtilegt. Og það eru marga góða línur í henni. eða svona, maður svolítið rattræðismyndinni. Mm Það var ekki svona þannig fílingur í þenni, þegar ég er auðvitað algjörlega. Það var svona fólk að eldast um peninga þegar ég. Jú, en reyndar ég hef ekki séð hann sem hann kom út. En það var enda maður, það var eitthvað svona kappakstur eða eitthvað um það. Já, það var ekki eitthvað svona keppni. Já, en basically allir voru bara gett peningagráðir í Já, því eitthvað, já, þú veist. Já, voru ekki með svo peningar á coverinu og eitthvað. já. En ég hef ekki séð, en ekki alveg 20 ára gömulega. Ég held að það var svipum tíma á þessi röglega, þú veist. Það var gerðilega svona mikið myndir um eitthvað svona peningagreikja á þessum tíma. Ég er hann ekki 2001. Rattræðis? Já. Nei, var hann ekki 90s mynd? 2001. 2001? Já. Ok. Ég held að hann eldri en það. En jú, peningar allan eru svona megin þema kannski í bámasmyndum. Já, En Greedy er samt svona, þetta er alveg sætmynd. já, það er saga, þú veist, það er drama alveg. Já, það er drama, það er eitthvað saga og eins og sé, hún er vel skrifuð, framvindin er skemmtileg. Þetta er alveg svona twists and turns í sögunni. Mér er svolítið vanta svona grín í dag líka. Bara tala um ástandi á grínmyndum í dag, bara almennt. Ég fór að hugsa, þess að ég klára þessa mynd, ég bara, hvaða mynd sá ég nýlega? Eitthvað svona grínmynd. Hvaða mynd sem er nýleg? Grínmynd? Manst þetta að sé sem þið fannst virkilega góð? Alvöru tala, ég er ekki viss, sko.
Þú veist, er það bara Þú veist- Superbad eða eitthvað, skilur Tropic Thunder, Bridesmaids er aðeinsleg, Það er alltaf svo gamla. Superbad, Það er 10 ára gamla mynd. já, hvað er síðasta geðt fyndna mynd síðustu 10 ára? Hvað gerðust fyrir grínmyndir? Það er svo erfitt að gera grínmyndir í dag, líka náttúrulega, þú veist, það verður alltaf að vera allt PC núna og PC er náttúrulega dauði fyrir grín, sko. Já. Það getur haft rosa mikið áhrif að þú er enginn að taka áhættunni, menn eins og þú horfir á, þú veist, Dumb and Dumber og svona, fullt af það sem mætti ekki gera í dag, sko. Nei, ég meina þeir að selja blindu barni. Það er allt brjálað við því. Það er brjálað í dag. Já, einmitt. Þú veist, það er svo erfitt að gera grínmynd í þessu umhverfi, sko. Það er enda rétt þegar þú segir það, sko. Svo líka að því að aðal pointi, eða aðal konfliktið í Greedy er að fjölskyldu vill fá penningin. Já. En Uncle Joe er búin að kynnast ungri skvísu, 24 ára. Já, og þau er svo hrættum að hún fóði peningin. Golddigger, já, hún sé golddigger og eitthvað svona. Sem mjög skemmtilegt. Ég þarf að kíkja á þessa mynd, ég vil langt sér síðan. Já, ég man fannst það góð, sko. Já, hún er heldur skemmtileg maður. Finna hann einhvern streymsveitu, vonandi. Já, eða iTunes, þú getur leikt. Já, ég þarf að leigja hana bara þar. Ok, þú ekki komað þér? Jú, herðu, já, næsta mynd er líka frá 93. Ok. Og þetta er mynd sem að hafði svolítið áhrif á mig, kjánulegt tímabil í mín lífi, Já. að að fekk svona gekk mikið UFO áhuga eftir þessa mynd. Þetta er Fire in the Sky, eða? Fire in the Sky. Mast eftir henni. Ég man eftir henni. En var það ekki sjónvarsmynd? Hún var... Æ, það er ekki að því. Nei, ég sá henni í bíó, nefnilega. Ég sá henni, ég man að hún var í háskóla bíó. Hvort hún hafi bara verið sjónvarsmynd sem var sett í bíó, ég veit það ekki. Hún virkaði svolítið svo sjónvarsmynd, já. En ég man ég sá henni í bíó. Hver... Í háskóla bíó. Hver leik aðaldur ekki? Var Robert Patrick? Nei. Þau voru nokkrir, Hver leik aðal? D.B. Sweeney. Nei, D.B. Sweeney. Já, Robert Patrick var hana. Já, Robert Patrick er í henni. Já. Já, ég hef ekki séð hann í milljónar. Peter Berg var hana. Og það var einhverju fleiri, það var svona... Hún hrætti mér sem þetta, sko. Hún fokkaði mér upp. Já, er það? Ég var hrættur í sá hana. Ég sá hana hvað 12 ára. Já. Og eftir ég sá þess að þetta er svona alien myndir vill maður sjá. Þetta er scary alien. Þetta er scary dót, sko. Ég fríkaði út að sjá þessu mynd. Ég hafði svo mikið áhuga á öllu UFO stöf eftir ég sá hana. Að ég fór og félagi minni fórum á fyrirlestur hjá Magnúsi Skarphéðins sinni, bróðir hans Össur Skarphéðins, hann var eitthvað svona... Já, býtu, er hann ekki eitthvað svona stjarn, eitthvað formaður stjörnu, eitthvað? Formaður svona áhuga, eitthvað, ég veit ekki hvað hann gerir í dag á þessum tíma, hann kom í félagsmiðstöðin mín og var með fyrirlestur þar, ég og félagi minni fórum við allir bara into UFOs eftir þessa mynd, sko. Manstu hvenær þú sást hann? Hún kemur 93. Ég sá hann bara bíó. Já, sorry, þú sagðist á sinni bíó? Já. Býtu, ert þú ekki bara... Ég er 12 ára. Ég er 12 ára þá. Já, þú ert 81. Já, 21, já. Já, þú ert 81 mótur. Já. Fórst á 12 ára bíó? 12 ára bíó. Hún fokkaði mér upp þessu mynd. Ég man því. Þetta er einhver eftirminnilegustu svona abduction senur sem ég séð, sko. Já, en svo er spurning hvernig þú eldist. Ég horfði á hana fyrir nokkur mánu síðan. Já. Hún eldist svona þokkarlega. Er hún samt að listanum? Já, sko, samt þessa senur eru ennþá svolítið scary. En svona samtölun og hún er ekki droslega góð mynd þar fyrir utan, ekki droslega vel leikinn, sko. En þessar helviti senur, þessar abduction senur, shit, hvað voru fríki, sko. Ég man nefnilega að því ég er mikill Exos-maður. Já. Og ég veit að þú ert ekki með svo mikið að því. Er það ekki rétt sem er að rugla? Þú varst með að sjá allt Exos? Nei, ekki mikið. Nei, ekki mikið. Nei. En það er alltaf mikið að svona gemur út þar. Já. Og ég man alltaf þetta er rugla svipum tíma, 94-5 kannski. Já, það myndir 93, Exos svipum tíma. Alltaf sé ekki svona 94, kemur bíó Já, einmitt, getur við þið. Ég man að ég var aldrei eins hrættu við gemverudót eins og út af Fire in the Sky og sérstaklega 2 Exos-þáttum. Já. Þetta fokkaði mér upp. Ég fekk martraðir. Ég líka. Að ég var að sjá Fire in the Sky mitt. Ég hef verið svona 10-12 ára. Já. Örgulega nær 12 því ég hef séð hana. Þetta var bara... Þetta er rosalega creepy mynd, sko. Já. En þess að langt sjá hann aftur. En ætli þær séu úrslega gerfulega geimverðunar og aðstæðlegar og eitthvað. Geimverðunar eru
Nei, þetta var náttúrulega voru puppets eða make-up eða eitthvað, þú veist, þetta var allt praktikal sem að hjálpar. En voru það, þú veist, voru það ekki svona litla gráar? Jú, svolítið weird looking og líka hvað þeir voru sterkar með stærðina þeim. Það var eitthvað svona weird við það, sko. Ó, ég man ekki að því. Það voru svo litlar og svona freil eitthvað, það var bara svona, var ekki alveg að kaupa og þau gætu, þú veist, henda honum niður og haldi honum niður, sko. En manstu þessi, að það græjur sem voru að nota og voru að tróða einhver onni í hálsinn og þetta var svo creepy. Ógeðslegt. Þetta var ógeðslega creepy, sko. En var hún ekki byggð á sannri sögu? Jú. En þegar ég sé sannri sögu, ég set gæsalappir, Sannri sögu. en þetta var byggt á einhverju frásögn. Jú, þetta var þetta á að vera svona besta frásögnin af Abduction. Hann heitir eitthvað Travis eitthvað þessi gaur. Ég held að hann var í Joe Rogan einhvern nýlega, kom þar. Nei, ég þarf að tjekka því. Hann kom með viðtal þar og margir segja að hann sé bara kúk og að sé að ljúga þessu. En málið það að það voru svo margir í kringum með vinnum það var svo mikið að vitnum, sko. Að það sem svolítið eðilaði, oftast þess að sögu bara ég var einn að lappa í skói og svo kom þarna voru fullt af fólki sem voru vitni. Þess vegna var talandi sér svona einu af betri sögunum svona. En þá er ég að spyrja þig, persónulega. Trúir á svona dót? Ég trú á geimverur. Ég trú að þetta er geimverur. Ég held að það er bara engan að hafa komið hingað. Heldur hann aldrei komið hingað? Ég veit það ekki. Ég meina... Allt þetta fólk sem segist hafa verið abducted. Það sem gerðist slæmt að þetta fólk fekk svo mikla athygli fyrir þetta á sínum tíma og þá voru svo margir svona kúks sem voru að taka þátt í þessu. Ég meina, nú erum við að sjá, þú veist, UFO-dæmið, Pentagon er að gefa út eitthvað, maður bara svona, wow, ok, þetta myndi ekkert koma ná óvart. Nei. En ég meina, ég held að það hafi verið fullt af þessu kjaftaði, en það getur vel verið að eitthvað af þessu sé rétt, sko. Já, þetta er mjög áhugavert, sérstaklega eins og segir með Pentagon, fyrir að declassifya fullt af okkur dóti. Heimurinn er óendanlega stór, að sjálfsögðu til eitthvað lífandi því, sko. Já, algjörlega. Spurningin er ekki hvort þetta er geimverur. Spurningin er hafa komið hingað. Já, af hverju ætti að vera komið hingað? Það er, en við vitum náttúrulega ekki ástæði fyrir því, þú veist. Nei. En mér finnst líka að fyndi í dag, maður er orðinn svo jaded á öllu svona dóti. Já. Þegar ég er að skrolla eitthvað á netinu og ég segi eitthvað svona UFO, Pentagon, ég bara að skrolla yfir það. Eða bara aðeins kæft það. Já, maður er bara svona, nákvæmlega, það er bara svona viðbröðin er bara svona, nei. Þú veist, við erum með rosalega góða kameru, við erum öll með rosalega góða kameru í símanum okkar, enginn getur náða alveg myndum að þessu, þú veist. Come on. En svo samt eins og með það líka, eins og með Pentagon-dótið, að því ég fór aðeins að skoða það betur. Og þetta er áhugavert. Já. Þetta er pínu skrítið. Já. Og ég er ekkert að segja þetta sé endilega geimveru, þetta er einhver svona unidentified flying object. Þeir eru ekki alveg að fatta hvað þetta er, hvort þetta sé einhver rússnesk tækni eða eitthvað. Þetta er samt áhugavert. Að sjálfsögðu. Ég er samt ekki hræddur við þetta eins og ég var þegar ég var yngri, þú veist. Nei, ekki. Ef það myndi komið ljós núna eitthvað, já, einhverja geimveru komið hérna og er bara sightseeing, er að skoða okkur bara, þetta er þeirra safari ferð að koma og skoða þessa vitlýsinga á þessar jörðu. Ég bara, ok, sjáumst. Skoða apana. Skoða apana, þú veist, við erum ekkert annað en apar fyrir þeim. Við erum bara, já, allt er lagið, þú veist. Við förum í safari ferðir, þú veist. En það væri svo gaman ef það væri til. Ef við fengið staðfestingu á því að væri til geimverur, þá er ég að tala ég er ekki að tala einhverja pöttur á Mars eða eitthvað, ég er að tala þróað samfélag. Já. Það væri svo geggja. Sjálfsögðu. Hvort er til að vita svar við spurningunni hvort sé til framhalslíf eða hvað gerst þetta dauðan eða hvort sé geimverur að koma hingað? Ég myndi segja að vera áhugaverðara með geimverur. Já. Ok. Þú myndir frekar alveg vita það. Af því að mér finnst þess að það sé eitthvað sem við eigum að fá að vita, þú veist. Það er ástæði fyrir að þegar við deyjum við og þú veist, þetta er bara svör svo eigum ekki að fá svör við, þú veist. Spurningar sem ekki fá svör við. En geimverur er bara spurning tíma, sko. Það er bara, við þurfum að ná tækninni til að komast að því hvað er gerast allt út í heimi. En þegar kemur að hvað gerist þetta í lífi, það er okkur ekki ætlað að vita, þú veist. Hvort eitthvað gerist, ég held ekki. Nei, góð punktur. En geimverur er að núti. Það er bara okkar að finna, komast að því. En svo líka eins og með það, þetta er svo mikla fjarlægir. Þetta er svo langt í burtu. Þú veist, ég hef alveg svolítið áhuga á svona space stuff og svona, þegar maður færi þessa vel, þegar maður bara af hverju erum við að horfa það nú? Við erum bara að fókusa á okkar jörð hérna. Sko. Þetta er svo langt í burtu, við erum ekki nálægt þessu. Og ég meina, þeir eru að finna alveg eitthvað plánetur með þessum, þetta ekki Kepler, sjónauki eða hvað þetta kallast. Já. Þeir eru að finna alls konar plánetur sem eru lífvænlegar. Já. Þetta er lengst í raskati, sko. Svo við munum aldrei komast ánga. Þetta er eiginlega bara svona tís, bara svona, hei, þarna er einhver plánetur sem þið gætu lifað á, en þið munum aldrei komast ánga. Já, takk fyrir það.
Nákvæmlega. hjálpa manni mikið í daglegu amstæðum. En það er samt mjög áhugavert. Já, allan að Fire in the Sky myndi ég segja bara fólk sem hefur áhuga á svona UFO-dæmi eða ekki séð hana, Já. þetta er virkilega creepy alien mynd, sko. Hún var bara drullu creepy. En ég er alltaf svona leiðan að sjá hana aftur. Já, kíktu hann aftur, þú veist, hún er allt í lagi. Hún er allt í lagi. Af því mér fannst það mjög skemmtileg yngri. Já. Ok, ef að fyrir næstu. Já. Þessi er mjög vanmetinn. Við höfum aðeins tala þessa mynd. Ég held sem þau tala um hana á Facebook. Ok. Ekki í podcasti. En ég horfði á hana aftur daginn og mér finnst það bara drullu góð. Frábærum leikurum. Og hún er frá 1995. Þess að Gríti var frá 94 eða 95. The Quick and the Dead. Já. Mér finnst hún vanmetinn. Hún er rosalega vanmetinn. Og mér finnst hún gleymd. Talandi sko skemmtanagildi. Já. En veistu hvað er að þeirri mynd? Ég heldum þess að var ég ekki að segja það við þig þegar við vorum að tala saman. Sharon Stone var að leika í allt annari mynd heldur en allir hinir. Já, ég skil hvað við. Sharon Stone var að reyna að vera Clint Eastwood í þessari myndi eða eitthvað, þú veist. Já, hún var Kvíslandi eitthvað. Já, hún var ómikið að reyna að vera hörð. Og hún með make-up og eitthvað rosalega done up eitthvað, þú veist, þú ert í villta vestrinu, þú veist. Ekki vera máluð. Nei, ég fer ekki samt svoleiðis. Já, þú veist. En ég skil hvað við. Það er Hollywood dæmi, en þú veist, en já, mér fannst hún alveg það versta við þá mynd, sko. Hún var allavega ekki að leika í sömu mynd og Lance Henriksen. Nei, nákvæmlega. Lance Henriksen fattaði tónin í myndinni. Hann var að leika sér. Hann var að leika sér. Þetta er... En stóra ástæðan vildi koma með þessa mynd. Það fullt af framleikur minni. Leonardo DiCaprio, Russell Crowe, Gene Hackman, Keith David, það er fullt, Tobin Bell sem var síðan frægast fyrir að leika í Saw-myndunum, hann er litlu hlutu kjana. Fullt af framleikur minni. Og eins og tölum Sharon Stone og Lance Henriksen. En stóra ástæðan vildi nefna þessa mynd út af Gene Hackman. Shit, hvað er góður. Gene Hackman er alltaf góður. Ég elska hann leikara. En það er eitthvað við hann. Er þetta betri skítæll? Ég held ekki. Hann er svo góður í þessari mynd og hann er líka ógeðslega cool. Já. Og hann er bara mjög fær gunfighter. Skilur, hann er ekki bara einhver svona ríki gaurinn sem er með eitthvað henchmen. Já. Hann er sjálfur að keppa í þessu móti. Fyrir það sem ekki sé þessa mynd. Myndist nýstum, þetta er bara keppni. Bara hver er það fastest draw? Quick draw keppni. Já, bara quick draw keppni. Þetta er Mortal Kombat með byssum. Já, með byssum. Bara kúrika mynd sem er svona, já, Mortal Kombat-leg. En hann er ógeðslega góður í svona mynd. Hann er svo góður. Ég elska hann. Hann er svo nasty. Já. Hann er svolítið eins og í Unforgiven, sko. Þetta er svona ekki alveg nákvæmlega karakter, en svona hann er góður í þessum karakterum, sko. Hvernig fílar Unforgiven? Mér finnst hún geðveik, sko. Er hann ofalega hjá þér við bestu vestrana? Já, ég myndi segja það. Já, það? Já. Þú veist, finnst þú betur enn Tombstone, eða? Ég myndi setja hann á varin til Tombstone, já. Já, er það? Tombstone er svona skemmtileg, svona, en þú veist, Unforgiven, það er líka bara að þetta er íst út að svona bera ábyrgð á sínum myndum og svona hvað ofbeldi gerir og allt þetta, þú veist, þetta er svona socially conscious vestri sem er óvinnilegt. Þetta var svolítið hann að kveðja vestrana. Sama og Scorsese gerir með Irishman. Það er bara svona, ég er búin að gera þessar myndir og nú, þetta er það sem það þýðir að gera, þú veist, að vera þessi karakterar, sko. En það er bara skemmtir ekki, þú veist, finnst þið skemmtilega að horfa þessa mynd heldur en Spaghetti vestrana? Ég myndi að horfa á Tombstone alltaf oftar en Unforgiven, sko. Og ég myndi að horfa á The Good and Bad, The Ugly oftar en Unforgiven. Þetta er ekki mynd sem þú horfur ofta á, en hún er rosalega góð. Ég er nefnilega eins og með þá mynd. Þetta er rosalega þung mynd. Hún er svolítið þung. Já. Og ég er alltaf svona, með langar að fíla hana meir en ég geri. Ég skil hvað meinar. Að ég elska vestra, elska Eastwood, alltaf þessi leikara. Já. Gaman sem Morgan Freeman var þarna. En ég ég vil frekar hann sé bara í Spaghetti Westernum. Vera badass bara. Já. Vera bara badass. En hann er samt alveg badass í Unforgiven. En aðeins öðruvísi. Já, þegar hann fæsir viski, þá veistu að það er eitthvað að fara að gerast. Já, ég þarf samt að sjá hann aftur, en ég er svona, svo fyndið, ég er ekki að segja þessu nákvæmlega eins, en það er svona myndir sem er með langar að fíla og svona á pappirum ætti ég að dýrka, en svo bara einhvern veginn er ég ekki að tengja. Já. En svo Blade Runner Nákvæmlega. og Unforgiven, Já.
Ég er ekki að setja þar alveg hlið við hlið. Þú veist þetta er góða myndir, þú er svona, þú veist, Já, það er ekki það gaman að horfa á þær. það er eitthvað sem ég er ekki að tengja við. Já, ég skil alveg hvað það bara. Ok, Quick and the Dead. Það er æðislega mynd. Það er til þess mynd sem meira fyrir mig. Mér finnst það bara skemmtilegri. Ég var enda búin að gleyma þessu, svo kom hún hann inn á, kom ekki inn á Netflix eða eitthvað. Okkur við tölum held ég hann á Facebook eða eitthvað. Ég held að því að við fórum að tala um það því að hún kom inn á Netflix eða eitthvað. Ég var ekki búin að sjá henni langa tíma, sko. Ég var búin að gleyma því hvað hún er skemmtileg. Settið þú út status eitthvað í kvikmyndahómanagrúpuna? Getur það verið? Gæti verið. Ég sá hann á Hulu. Já. Það var á Hulu Já, og þetta var bara eitthvað kvöldi og bara strákur minn og svoðund á mér eða eitthvað. Mm. Ég bara, Quick and the Dead, þá held ég að við hefum nýbúin að tala um hana. já, Ég bara, ég þarf að reyða hann upp. Já. Ég myndi alveg svona þokkar eftir henni. já. En þetta er geggja skemmtileg mynd. Hún er svo kartúni líka, þú veist, það er svo, Þetta er Sam Raimi gera hana. þú veist, já, Sam Raimi gera hann á, þú veist, þessi quick clipping og allt þetta, og þú veist, mjög svona modern Já. útgáfa af vestra, þetta er alltaf bara pure fun, sko. Og þú Hann var bara sér, að skemmta sér að gera þessa mynd, sko. og þú sér líka alveg að Raimi sig gera hana. Já, Þetta er Evil Dead gauri sem gera þetta er þessa Evil mynd. Dead, sko, Já. alveg klárlega, sko. En ég held þessi margir búin að gleyma í hversu flottur leikarópurinn er. Já, þetta er svolítið eins og Tombstone, það er bara svona, vá, ég er bara að glemma þessi seríunni, þú veist. Fucking DiCaprio er inni. Já. Rosa Crowe. Æðislega mynd. Quick and the Dead. Vissur það að hún, Sam Stone, barist fyrir að fá DiCaprio? Heldur þú að samt með það? Það er henni að þakka, stúdíói vildi alls ekki fá hann. Hann var eiginlega ekkert orðin mikið nafnat þarna, sko. Nei, ekki þessum tíma. Og hún bara, nei, þið verðið að hafa hann að stráka í þessari mynd, sko. Þessi gaur að vera stórstjörna, sko. Og það var rétt Þannig að það er eina sem hún gerði rétt í þessari mynd. Fannst þú hræðileg í þessari mynd? Hún bara fór í töðunar á mér. Hún Já. var bara rosalega mikið að reyna að vera tough guy og hún var svona Clint Eastwood takt á eitthvað svona, þú veist, sat alltaf svona mundir á eitthvað og en svo er hún, þú veist, máluð og búin að passa upp að hárið Já, þú ég veist, skil. ákvöldið hvað ætlar að vera ætlar að vera bara badass, slepptu þau öllu make-upinu og því, vertu bara alveg badass í vestrinu eða þú veist, ég bara skildi ekki hvað útgáfu hún var að reyna að vera, sko. Nei, en þá er ég ætla að spyrja þig. Ég er bara að fíla Sharon Stone, mér finnst það skemmtilega leikuna. Algjörlega. Myndur flokka hana sem 90s leikuna? Já, Já, ég held ég myndi gera það líka. ég meina farið bara í félunar 90s áratugur var rosalega fyrir hana, sko. Já, ég meina hún gerir Basic Instinct. Já. Það er 90s mynd. Total Recall. Total Recall, 90s mynd. En er það ekki Basic Instinct sem gera hana stjörnu? Jú, klárlega. Er það ekki? Svo Sliver, var hann ekki Sliver líka? Jú, ég held að Erotísku myndin hana? þá var hún sett í allar svona erotísku myndir og svo fekk hún ógeða því náttúrulega skiljulega og þú veist, hún vildi náttúrulega gera eitthvað meira. Svo leikur hún í Casino, mjög vannmetið hlutverk þar. Casino. Gæðu ekki Casino. Er það ekki besta hlutverk hennar? Ég myndi segja það. Já. Hún er mjög góð í Casino, sko. Heldur rétt hjá þér. Já, hún virkar góð. Hún er alveg, hún er 100% sá karakter. Já. Ég er bara að horfa á Casino aftur um daginn. Já. Brjáluð mynd, maður. Já. Og Stóni geggi henni. Já, svo leikur hún líka í einni mynd sem er ekki á listanum mínum. En ég þarf aðeins að nefna hana. Af því hún vakti svo miklu athygli á sínum tíma. En ég er ekkert góð mynd. The Specialist. Með Stallone. Sturtaðrið. Veistu hvað er að eina síði sé núna? Sturtaðrið. Já, sturtaðrið, já, og líka þegar Stallone er að gera einhverja æfingar eitthvað. Var hann ekki eitthvað nakin? Nakinn. Hann var nakin að gera eitthvað svona tai chi æfingar. Það er það fyrsta Er image sem ég það? fekk upp. Var ekki henni? Það sem hann var að hlusta samtalið á hann eitthvað og svo hann að gera einhverja tai chi æfingar eitthvað. Hann var bara eitthvað, only in the 90s gerir svona. Það er oflant sem ég sá hana. En hann gerði alltaf, Swayze gerði í Roadhouse. Þá gerði hann, Já. nei, hann var kannski í buxum þar. Æ, Já, maður ekki. og Hann líka- gerði okkur á Tai Chi æfingar. Og líka vondigurinn í dagjar 2 gerir þetta líka. Já, Þetta var eitthvað 90s thing. Já. Evil-gaurar, þeir eru alltaf, þú veist, þeir eru naktir einhvers staðar að gera tai chi æfingar. Það er rosalega evil, sko. Það er okkur slífól. Já, Specialist. Það er rosalega mynd, sko. Það er eitthvað sem ég man eftir úr þeirri mynd. James Þá- Woods. James Woods, Wonderkallinn og Sturtuatrið. Sturtuatrið, þetta var svo, maður sé ekki hvað það var frekt á sínum tíma. Nú þarf ég aðeins að rifja það. Ég man bara eftir að honum að gera þessa Þau æfingar. voru eitthvað nægja, þetta var eitthvað svona Ja, kynlýsatrið, það var eitthvað eitthvað sturtu eða rosalega eitthvað. sexy, sko. En svo man ég að það var eitthvað svo mikið ég held að sé þetta í úrlingur, Já. að það var svo mikið talað um þetta. Svo sá ég myndina. Þá var ég bara eitthvað svona, that's it. Já. Það var ekkert. Nei. Ok, Specialist. Það er erfitt að gera kynlífsennur í bíómyndum. Jésús Kristur, hvað þið eru fáar góðar, sko.
sem make a sense fyrir oftast er söguna. þetta pointless. Þetta er svo pointless og líka það náttúrulega var hægt svolítið eftir 90s. 90s var náttúrulega bara mjög slæmt með þetta, sko. 90s var svo áratur. En fyrir manni sem mig, sem ég var úrlingur, skilur, mér fannst gaman að sjá berbrjósta konur og skilur í þessum myndum. Já, veit það. En það er svolítið búið að deyja út, eða ekki? Já, þegar maður horfir á þetta núna, fer tilbaka og horfir á þessa myndum, var bara svona djöfull þetta kjánlegt, hvernig setja þessa kynlífsinnurinn. Frægasta svona dæmi er reyndar ekki 90s mið, 80s mið, það er Top Gun. Top Gun kynlífsinna er náttúrulega legendary hvað hún er fáraleg, sko. Það er svolítið langt sín sá Top Gun. Það er svo kjánlegt, maður fær bara grind, sko. Var það semst hjá Kelly McGillis og Tom Cruise? Það er bara svona silhouette og þú veist, að sjálfsögðu eru opin gluggi og það er náttúrulega eru hérna gluggatjöldin og það er tónlistir undir. En það er 80s kynlífsinna. Já, þetta er listrænt, maður. Shit, hvað þetta er listrænt. Þetta er svo kjánalegt. En já, ég man ekki svona okkur fórum að já, mitt sjálfstón. Já, hún var svolítið svona, hún var Sphere, hún var í henni, 90s mynd líka. Já. Hún var fullt af myndum in the 90s. Já. Ok, Quick and Dead, hvert þú með núna? Var þetta annar 30 tíma þáttur? Erum við að stefni það? Nei. Gandinn hafa. Gerum eitt sem er... Ég get talað 90s myndir forever, maður. Já, þú voru að geima eitthvað fyrir part 2. Ég er með góða myndina núna fyrir þig. Þú ert örugglega bara að sjá þessa mynd. Þetta finnst mér bara... Þetta er svona, þú veist, að ég er ekki mikill horrorgaur. Ok. En þetta er horrormynd sem ég var bara obsessed af í langan tíma. Horfði á hana svo oft. Eftir gamla meistara, John Carpenter. Hún er frá 1995. Æðislega mynd. Sam Neill. Æðislega mynd. Veistu hvað myndi ég að tala um? In the Mouth of Madness. In the Mouth of Madness. Einu mínum uppáhalds. Þetta er svo góð mynd. Já. Ég hræddu við að horfa á hana aftur. Nei, hún er alveg góð. Er það? Já, það er ekki langt síðan svona. Ég ætlaði að horfa á hana um daginn, ég bara svona, shit, en hún er ekki góð. Mér finnst hún ennþá góð. Þetta er alltaf pínu steikt mynd. Já, hún er það. En Sam Neill er bara svo æðislega leikari. Hann er svo góður að vera klikkaður. Já, hann líka einhvern veginn, hann er að gránda myndina. Já. Þó að það er skrítið að segja það því að hún er svo klikkuð þessu mynd. Já. En sögutráðin þessar mynd, það er mjög mikið fyrir mig. Já. Þetta er svo bonkers mynd, sko. Já, eitthvað gæði sem þarf að leita eitthvað tíndum rithöfundi, finnur hann í bæ sem að rithöfundur skapaði. Og það er svo mikið eitthvað svona twisted atriði mínu. Mér finnst hún ennþá mjög skemmtileg. Svona mynd myndi aldrei vera að gera í dag. Og flókið. Ég held sér rétt sér, með eitthvað stóru stjörnu og... Já. En fekk hann ekki Event Horizon út af þessari mynd, þú veist, hann alltaf er svo góður sem svona, Sam Neill er rúslega góður í að vera svona svolítið crazy, sko. Hann hefur eitthvað í sér. Ég menn, hann gera hann líka eftir Jurassic Park. Já. Þannig að hann er alveg stór stjarna, þannig að hann gerir In the Mouth of Madness. Tekur áhættu með þessari mynd. Já. Alltaf Carpenter. Carpenter er rosa mikið hitt og mismaður. Svakalega. Og þessar gömlu myndir hjá honum. Þannig að þetta sumar sem ég ætti að sjá. Já. En það er eldast ekki verið svo Halloween 1. Ég reyndi að sína kærist, var ég búin að segja þessu sögu? Nei. Ég reyndi að sína kæristunni Halloween 1. Já. Ég veit frá 78, en það er engin afsökun. Nei. Ég get orðið Godfather ennþá í dag og hún er ennþá geggju. Nákvæmlega. Ég horfði á hana því við ætlum saman í bíó með öðru pari á 9 Halloween myndina. Já. Og ég segi, þú voru að horfa á fyrstu. Bara, fyrstu ekki með sjá hana. Ég veistu það, að það var svolítið síðan ég síða hana. Já, það gleyma því. Ég skammaðist mér. Þetta er svo léleg mynd. Jep. Mér þykir alveg vænt hana, en Michael Myers er að keyra bíl í henni. Og þetta er svo mikið svona það gerist ekkert í þessari mynd. Nei. Og fyrir horrormynd, það meikar ekkert sens. Það á okkar að vera að gerast, sko. Nei. Hún er alveg bara svona... Ég er ekki mikil aðdáðandi þessar slassamynd og þú veist, einmitt þegar maður fer og horfir á þessu gömlu slassamyndum, þetta er ekkert eitthvað, þetta var bara svo mikið feelingur yfir þessu, þú veist, það var gaman sem táningar að fara á þessar myndir og þú veist, allir öskrandi eitthvað svona, svo horfum þetta aftur, þú veist, með gagnrýnum augum að bara, þetta er ekkert eitthvað rosalega myndir, sko. Ég er nefnilega mikill slassamæður. Já. Og mér finnst þessu Friday the 13th, fyrsta, og fyrsta Nightmare myndin, Nightmare on Elm Street. Mér finnst það fyrsta Friday, þetta er alltaf bara, þeir viðurkjönda, þeir ætla bara að gera Halloween. Já. Það er bara Halloween copy. Eftir hana. Bara hvað er vinsælt? Það er Halloween, gera bara svipað með. Já. Mér finnst hún skemmtilega en Halloween. Já. Hún er ekkert svakar við leikin, hún er astan á köflum, mér finnst hún skemmtilegri. Nightmare on Elm Street finnst hún bara frábær mynd. Það er góð mynd reyndar, ég skal viðurkenna það. Já. Hún er virkilega góð, sko. Hún er heldur góð. Hún er, og var virkilega skeri, sko. Já. Já, algjörlega, sérstaklega sínum tíma. Já. Þar var Freddy Krueger líka bara skeri. Já. Svo var það smá svona karikatúr Var fíkur eftir það. Sástu Halloween 9 það? Já, mér finnst það ekki skemmtilega.
Var ekki góð, Nei, ég hef ekki séð hana. það er ekki skemmtileg. Og ég er ekkert spenntur í 2. Nei, En mér veist, myndir sem Rob Zombie fannst mér skemmtileg. Sem Rob Zombie gerir fannst mér skemmtileg. já, hann gerði það áður, já, ekki. Og það Halloween Kills, nei, það var, hvað hétt hún? Nei, Halloween Kills er núna næsta mynd. Það er næsta mynd, já. Það er næsta mynd. Er ekki komið gott að þessu? Jú. Þú veist, þessi karakterar, þú veist, já, þetta eru horror icons, en hérna, can we let it go? Ég er nefnilega að ég er svo fyndið, því að eftir ég byrja með þetta podcast, þá ætla ég búin að pæla ennþá meiri bíómyndum, tala um alls konar fólk, heyra alls konar hliðar. Og ég er, svo fyndið einhvern veginn, ég er orðin ennþá þreyttari núna á að sé að koma ný Ghostbusters mynd, að koma ný Indiana Jones mynd. Já. Þú veist, þetta er bara, hvað er að koma Halloween mynd? Þetta er bara gott. Já. Er þetta ekki bara komið gott? Jurassic Park mynd. Koma ný Jurassic Park. Mér langar að fara inn í einhverja, ég held mér að, hvort það verið Jóhann, Leplatzi talaði það. Eða Snævar sem kom til mín, manni hvort það var. Ég er að fara í nýja heima. Já. Það var ágætt. Uppgöta eitthvað nýtt. Ég meina, hvað finnst þér? Þessu Indiana Jones. Nú er að koma ný Indiana Jones mynd. Harrison Ford er fucking 78 ára gamall. Viltu sjá Indiana Jones sem 78 ára gamall mann? Sástu það sem ég sendi þér hérna, ég held að þeir sé að de-age hann, sko. Já, þú veist, Jesús Kristur. Ég bara ekki, please segja mér að sé eitthvað sena sem fer tilbaka eitthvað þegar de-age hann í einni senu. Ekki vera de-age hann alla helst myndir, ég trú ekki að þetta gera það, sko. Nei. En nákvæmlega. En er þetta spenntur? Nei. Það sko, ég var ánægður að heyra Mads Mikkelsen í henni og svona, þú veist, góða leikara. Það er cool. Og James Mangold er góða leikstjóri og það getur verið spennandi kemur út úr því að hann gerir Logan. Ef þetta verður svona Logan mynd fyrir Indiana Jones, ok, það væri svo áhugavert. En ég get ekki séð hann verið að berjast til gauðra 78 ára gamlan. Nei, ég var að hlaupa eftir einhverju og ég held að þetta verið eitthvað kjaftaði. Þetta gæti enda illa, sko. En náttúrulega bara 4 var svo hræðilega. Þeir náttúrulega bara verða að enda á góður nótum, sko, þú veist. Já, ég horfði aftur á hana fyrir ekkert svo lengur síðan. Hversu reiður varstu þegar þú fórst á 4 í bíó? Af því að þú er svo mikið Indiana Jones maður. Ég er mikill indie-maður, en ég er nefnilega varð ekki eins, ég hef alveg orðið reiðari, sko. Eins og Mission Impossible 2, ég var reiðari þá. Það? Já, ég var reiðari þá. En með sem Indiana Jones 4, þetta er glötu mynd. Þetta er glötu mynd og þetta abatrið þarna, sæjaleg buff eitthvað. En að því sem mikil indie-maður, þá var ég bara mér er svo gaman að sjá hann er með svipun aftur. Þetta er líka fyrsta indie-myndin. Ég er nokkuð sem það, ég hef ekki farið á Last Crusade í bíó. Já, nákvæmlega, ég er 6 ára þegar hún kemur út. Sama mér. Þannig að þetta var fyrsta indie-myndin minn sem ég gæti farið á í bíó. Nákvæmlega. Og ég mani, ég var svo spenntur, en ég var bara eitthvað svona, þetta er ekki góð mynd. Þetta er bíó-upplifun manns að Indiana Jones. Já, hún smiðið við hinar, þetta er bara algjört rusl. Og eins og segi, ég horfði aftur á hana og þetta er vægasatt ekki komið. Af hverju er það svona vond? Var ekki bara Spielberg að reyna að gera allt það sem að fans vildu og það er aldrei góð hugmynd? Hann var alltaf bara að checka öll box og svo alltaf kemur þetta Tarzan-atrið þarna sem meikar ekkert sens. Ég veit ekki hvort að það var George Lucas eða hvað. Þeir voru bara, hvað viljið aðdándur, við ætlum að gera það, þú veist. En svo fyrir ég líka að pæla í einu. Að því mér finnst Temple of Doom, ef við tökum það fyrstu 3 ár, mér finnst Temple of Doom langlegust af þeim. Já. Og þá fyrir ég að pæla, er kannski svolítið mikilvægt fyrir indie að vera berstu narsista? Það er í fyrstu myndin og 3. myndinni. Það er svolítið ímyndin. Ég er bara að spyrja. Það er svolítið ímyndin, já. Er það kannski bara vondikallin fyrir Indiana Jones? Að því hann er berstu rússan í 4. Svona berstu bara einhverja þarna í Temple of Doom. Já. Ég fór bara að velta þessu fyrir mér. Vantar mikinn part þegar þeir eru ekki eða... Það er alveg svolítið til í. Það er bara einhvern veginn það sem maður tengi við. Þú veist, hefði ekki bara átt að ríkasta Indiana Jones og gera mynd sem gerist á þeim tíma. Meinar fyrir Indy 5? Já. Eða bara kvílita maður. Ekki kvílita. Bara drepita. Þetta er bara búið. Já. Þetta er bara svo skemmtilega myndir. Sérðu hvað er mikið af myndur sem að hafa svona, við tölum Indiana Jones feelingin. Það er svo skemmtilegu feelingur, þessi ævintýra feelingur sem er frá eldri tíma, þú veist, þeir eru að koma með, þú veist, þeir eru okkar að koma með svona mynd sem er mjög Indiana Jones-leg. Það er Jungle Cruise þarna. Og þú veist, það er bara eitthvað við feelingin í þessu myndir sem að margir vilja fá aftur. Það reynda að geta með Mummy. Já, nákvæmlega. Sér hvað það eru lélega myndir. Fyrsta er allt í lagi. Hvað landsins sást hana? Það er þetta svolítið síðan svona, mér átti hann allt í lagi, en hinn var hræðilega. Ég er nefnilega horfði á
á Mummy 1 Já. og Mummy 2 ok, kannski 3 ár síðan 3-4 ár síðan Ef maður mismina. Þetta er glatað myndir sko. Er það? Þetta er glatað þetta kemst ekki nálagt Indiana Jones Maður langar bara í pure ævintýri maður. Þú veist, ég komið ágætt af svona, þú veist, ofurhýttum megalega vera, og allt er góð með það. Ég vil bara fá svona ævintýri, gamaldags ævintýri, sko. Já, ég vil Svo bara gaman, fá getum við ekki bara nýjan Indiana Jones Þú veist, Já. eitthvað nýtt þannig eins og Eins og segir. Spielberg og Lucas Eins og segja, ríkast hann bara og láta það gerast á þessum tíma í kringu næst. Nei, ég er að tala um sleppa nafninu Já, ég algjörlega. er að tala um gera eins og Spielberg og Lucas byggðu þetta ekki svolítið á eitthvað svona 50s myndum Jú, eitthvað svona ævintýra eitthvað þeir byggu bara þeir tökur sitt og gerir sitt spinn á þannig myndum Já. gera bara svipa Já. ekki nýja Indiana Jones mynd en skilur í þess eitthvað svipum gera Þetta er eða þetta er bara svo góða karakter, þú getur ekkert búið til svona karakter bara eins og ekkert sé. Nei. Þetta er svo góða karakter. ég veit það enda myndi ég setja hann á top 5 bestu kveikmyndapersonur ever Já, klálega. En þetta er erfitt fyrir það að þurfa að hafa fyrir hlutunum og komið hugmyndir. fucking Hollywood bara eitthvað, þarf ég að hafa fyrir hlutunum? Ég vil bara fjölfalda, þú veist. ég vil aftur fá eitthvað svona 90s tímabil í Hollywood herru, Hvernig væri það? fórum að út úr efni Já, hvað varst þú? Hvar vorum við? Var Ég var ég með kveikandi við blöðurum allt svo lengi ég var með hérna In the Mouth of Madness síðast. já, æðislega mynd Æðisleg mynd. og ég er að segja það, hún er eitthvað skemmtileg Ég verð að sjá hann aftur þá, þú veist. Það er ógeðslega langt síðan ég sá hana. mér finnst líka það er svona Fríkaði mig út. það er ákveðið test hjá mér í dag þegar síni kæristunni eitthvað 90s myndir sem hún er ekki séð Mm. ef að henni finnst það bara skýt sæmilegar Mm. þá finnst mér það að vera ákveðið svona gæðast Það er bara, og hún fílaði inn í Mouth of Madness já. Góð mynd. ok, koma mér Yes. ég er með mynd með mjög fræðum leikara eða leikurum en mér finnst þú vera þessi finnst mér að gleymt það er Just Cause Herðu, ég ætlaði að nefna hana. Ég dýrka þessa mynd. en ertu ekki pínu saman með Ógeðslega vannmeti mynd. hún er svolítið gleymt með Sean Connery Sástu, hún fekk ekki góða dóma. Hvað er það sem fólk sér ekki í þessari mynd ég skil það ekki sem að ég og þú erum að sjá? Þú veist, mér finnst það geðveik mynd. ég er nefnilega, þetta er mynd sem ég horfði reglulega á ég er nefnilega sá hana fyrir ekkert svo lengur síðan þetta er bara solid, þetta er ekta 90s thriller Já, ég er veikur fyrir svona krimma thrillerum sem gerst svona í Suðurríkjörn, svona, þú veist, þessi Southern vibe, skilur hvað ég meina, þú veist. já, Það er eitthvað við það sem ég fíla, sko. já, ég held ég var að opna gluggan á Svona degi góðveik. minna Er að kapna hérna? Já, þú getur opnað hérna. já, ég ætla ekki að tröfla það í miðri Það er svolítið. já, hann er gluggan, ég sé til hvað þið klippið úr þetta er svo Fylgir með. Keep it real. Keep it real. keep it real, sko Já, ég voru að segja, hérna, það er eitthvað við svona Suðurríkja myndir sem að, þú veist, allir eru svona gett sveittir, allt gett heitt og eitthvað, eins og við í stúdíunni eins og við núna, það er Suðurríkja fílingur hérna. Það er eitthvað ógeðslega áhugavert við það, finnst mér. já, ég meina, þetta er líka bara þetta er solid saga Já, og Sean Connery óvinnlegt hlutverk er hann. ég er líka bara, hvað, þessi maður ég elska hana mann Svalur. bara þetta er svo skemmtilegu leikari Já. alltaf skemmtilegur og Just Cause er svona mynd sem ég var pínu ég myndi ekki segja að þetta var mjög fræg mynd Nei, þetta er svona, já, þetta er bara svona, þetta er rosalega típisk 90s mynd sem, og það var bara svona margar svona myndir. já. Sem að bara en fara solid, Mjög solid. Ed Harris í henni maður. geggjaður Shit, hvað hann er góður í henni, sko. já. það fjallar fyrir þá sem að, kannski alltaf að segja því við erum svo fastir í, við þekkjum svo 90s myndir svo vel Googliði bara. Googliði fjallarinn lögfræðing sem Connery leikur, hann er ekki fyrrnandi lögfræðingur eða eitthvað. Jú. Hann er beðinn að koma og rannsaka ákveðið mál. Ógeðslegt, hrottalegt málmál. Málmál. Og það er alls konar svona twist and turns í þessari mynd og þetta er bara, hún er spennandi, vel leikinn, Lawrence Fishburne er æðislur í henni. Og Nókvæmlega solid leikar hana. já, ég mæli hygglust með þessari mynd. Já. Þetta er mjög góður bara thriller. Já, Just Cause. Hvað ert þú með? Herðu, ég var með, já, 95 líka. Straight. Sorry, hún er Just Cause 95. Já, ekki, 95. Það er rétt, já, 95 er svolítið gott ár, sko. Það er gott 95, ár. 96, sko. Já, hvað ertu með? Strange Days. Æðislega. Varstu þenni? Já, man, ég er henni maður. Þetta er ekkert svona eitthvað, ég held að flestir mun eftir, mér langar bara að minna á hana
tala hana, sko. Já, en til þess þessi þáttur. Já, Líka bara, ég meina þess að Strange Days, þetta er, ég myndi að segja hún nokkuð þekkt, þannig séð. hún var svolítið þekkt, já. En, gott að minna á hana. Já, líka fyrir bara yngra fólki kannski er búið að gleyminni eða hefur ekki séð hana. Þetta var ótrúlega áhugaverð mynd. Undar sín tíð. Mjög undan sinni tíð, Mhm. nákvæmlega það sem er að gerast núna, þetta er bara George Floyd mál sem það var hann í gangi. Já. En sko líka hvað þetta er óverlega mynd. Það er auðvitað að setja hann í einhvern fokk. Sammála. Mjög Var þetta óverlega ekki mynd. Catherine Bigelow sem leikstinni? Jú, og James Cameron skrifaði. Já. Voru það ekki Parans tíma? Jú, hann framnýtti líka. Já. Þetta Catherine Bigelow æðisleg. er hörkulegstur. Ég var að horfa á Zero Dark 30 daginn, hún er hörkulegstur. Já, Hún er minn uppáhalds kvenkinslegstur. Alveg klart mál. já, hún er, Point Break, hún gerir, var hún ekki með Hörtlokkur líka? Hurt Locker. Já, var hún hún er- ekki líka með Near Dark, vampirmyndina? Jú, ég sá hann aldrei. Nei, hún var alltaf leið. Blue Steel var líka fín. Hún er mjög góð leikstjóri, sko. Blue Steel, hvað myndi það? Jamie Lee Curtis. Löggumyndin? Löggumynd. Já, býtu, vá! Það er glimt mynd. Það er 90s mynd, hún hefði getur verið hérna. Blue Steel. Það er vel bara fín mynd. Já, vá, ég held ég að hún reyndar síðan á þessum tíma. Já, Ég man samt ekkert eftir henni. hún er lúmsk. Ok, allavega, hvað var það að tala um? Ég man ekki. Strange Days. Strange Days, æðislega mynd. Geggjöð mynd. Angela Bassett. Angela Bassett er badass. Kíló, hann kom með hana, minna árið Kíló. Já, Við gerum hana grjótarða kveikmyndupersonu, þáttinn. Hann kom með hana, hún er grjótarð í þessu mynd. þegar hún er að berja þarna lögguna, voru ekki 2 eða 3 lögreglumenn, hún setur hérna stangan á einhvern eða eitthvað, þú veist, Fucking svör. og bara eitthvað, hún rústaði þeim, sko. Og hann er líka í henni, ég held maður, segir maður ekki Ray Fiennes, ekki Ralph Fiennes. Ray Fiennes, já. Já, Já, æðislegur í henni. Já. Það er skemmtilegri. góð leikari. Já, hrigalega góður. Svo er Hann, Tom Sizemore Tom hana, Sizemore. og hérna, hver eru fleiri hana? Juliette Lewis. Já, Minnist þetta að hún syngur í hérna hún er bara hörk söngur. hörkusyngur. Ég sá hana þegar hún kom til Inga til Íslands með hljónstinn hennar. Nei, Hún er rockari, sko. mér er alltaf þótt Juliette Lewis ógslag töff. Talandi 90s leikonu. Hún er 90s-leikuna. Sú 100%. sprakk út í 90s tímabilinu maður. Já, hvað mynd var það sem gerði hana fræga? Var það Cape Fear? Ég myndi segja, já, That's About Killers. Já, sem Allir- gerði hana stjörnu. Já, náttúrulega Cape Fear er hún svolítið í auka hlutverki en hún náttúrulega kom Já. rosalega óvart þar, hvað hún var Já, góð já, þar. That's About Killers var náttúrulega alveg... Ég ætlaði að setja Cape Fear á listum minn. Þar var að minna á hana, það er... Nei, trúi mér, ekki. nei, mér langar bara að tala um hana. Já. Af því ég sá hana aftur fyrir stuttu. Og þetta er rosalega sérstök mynd. Cape Fear er aðeinsleg. Já, hún er samt, ég fíla hana, Geggjuð. en hún er rosalega sérstök. Já. Kveikmyndatakan, tónlistin, Já, leikurinn, eins og De Niro, er alveg, þú gætir alveg sagt þessu ofleika. ég hef alltaf sagt að hann er að ofleika, en hann lætur að virka, sko. Já, Hann er rosalega það ýktur. virkar. Það virkar, en hann er mjög yktur, sko. Já, það er sérstök. Hann er hemming it up, sko. Alveg bara 100%. Já, Strange Days, já, æðislega mynd. Æðislega tónlistin í henni líka og bara Já. feelingurinn, þetta var náttúrulega bara, þú veist, Y2K, svona, þú veist, hvað gerist Já. eitthvað á þessum tíma. Þetta er ótrúlega töff mynd að horfa á, sko. Já, ég er sammálaður og líka eins og segja, hún var svolítið undir sinni tíð. Hún er náttúrulega, hérna, hvað kallast það, hérna, cyberpunk. Mhm. Þetta er cyberpunk mynd. Já. Flotta tökurnar þegar, hérna, point of view tökurnar. Já. Sem hún var náttúrulega búin að gera svolítið í hérna, sem að byrja í Point Break, hún gerði það þar mest þegar hún var að hlaupa eftir og svona, þú veist, að hafa kamerun á hreyfingu, Svona handheld og svona handheldæmi. Hún notaði það en náttúrulega fullkomnaði þarna í þessari mynd, sko. Ég ætla að við ekki neitt, ég hef aldrei verið mikil Pointberg maður. Er það ekki? Nei. Hefur ekki húmor fyrir henni? Þú veist, þetta er náttúrulega silly í þessa mynd, þú veist. Já, Hvað er hvað mynd? mér fannst, og nú er ég kannski, ég fæ heitmeil núna, fíla aldrei Keanu Reeves í henni. Hann var ekkert spes í henni, hann var svona, þú veist, þetta er náttúrulega bara Patrick Swayze er myndin, sko. Já, Bodhi. hvað, þetta er ekki Johnny Utah? Já, hann var rosalega mikið eins og Keanu Reeves var á þessum tíma, hann var bara, þú veist. Það því ég elska hann í Speed, til dæmis. Já, hann virkaði betur þar. Mér finnst hann virka betur þar. Já, Það er bara eins og hann væri bara betur leikar í þeirri mynd. hann var svolítið ennþá Bill and Ted þarna í Point Break. Svo líka sér í Dracula. Vesti hreimur sem er til í bíómynd. Alveg bara, ég... Hann á ekki að reyna breska hreim, sko, guð minn almáttur. Nei, hann var ræðilega. En Gary Busey líka með hann aðeinslegur í Point Break.
Gary Busey. Já, mannstu þetta honum, Point Break? Var hann í Point Break? Já, hann var partnerinn. Já, hann var lögga. Hann var löggan, partnerinn. Alveg rétt, maður. Og ég þarf samt að sjá, ég þarf kannski að sjá hann aftur. Heyrst þú þurfa að kíkja á Point Break aftur? Já. Ég man einhvern veginn, ég bara, mér fannst það ekkert spes. Ekkert spes. Hún er bara fín svona 90s hasamynd, sko. Sástu endinguna? Nei, mér langar ekki að sjá hana. Fuck that shit. Hún lúkar ræðilega. Not my Point Break, sko. Nei, en ég er mikill sveisimæður og auðvitað Keanu Reeves líka, en ég þarf að horfa hann aftur. Það er svolítið síðan svona. Ég held að. Er komið mér? Já, Strays Days. Ég er með Kongo. Kongo. Hvað er svona hrifin henni? Mér finnst það bara svo skemmtileg. Er ég alveg búin að gleyma þessari mynd? Ég man eftir henni bara eitthvað hundleiðilegri. Er alveg hundleiðilegri? Já. Hún var, mér finnst hún vannmetin. Því ég man, með minnar hún að vera eitthvað svona flopp. Hún floppaði rosalega, já. Já. Og ég er að pæla hvort að sé að þegar Górilla talar henni. Og þá, hún talar ekki bókstaflega. Þess að Górilla sem er með eitthvað svona tæki, gerir svona sign language og tæki í rauninni talar. Hún heit Amy? Já, svo voru eitthvað svona demantadæmi, einhverju laser eitthvað dæmi og var ekki, voru það að sækja einhverja demanta og voru að nota einhverju laser, þú veist. Ok, það hljómar hræðilega. Heyrum við tala þetta, þú veist. Þeir eru að sækja demanta og það eru laserar og það eru górulur. Þurfum við eitthvað að ræða þetta? Nei, þið fannst þú skemmtilega. Nei, það er mjög skemmtileg. Ég hef ekki séð hana, ég skal viðurkenna, ég hef ekki séð hana langa tíma. Sko. Mannstöðurinni, þetta einu sem manns, laser og eitthvað. Ég man bara laser eitthvað, Tim Curry eitthvað. Já, laser, ok, basically. Þú ná í demanta fyrir laser, eða ekki? Þegar þú ert að lýsa þessar mynd, þá hljómar hún hræðilega. En jú, það er rétt, já, það er laser í þessar mynd. En engin eitthvað svona planet destroying laser eitthvað, Nei. En jú, það er laser og hún vinnur eitthvað tech fyrirtæki, eitthvað, Laura Linney. Mér minna að það hefði verið Joe Don Baker sem leikur yfirmanninnar. Minni það. Og hann byrjar að senda Bruce Campbell og liðið hans. Já. Svo hverfur eitthvað stær í Afríku eða eitthvað, eða vantilega í Kongo, og þau hverfa. Þannig að hann sendi Laura Linney, sem er sérst konan hans, minnum lögregla, kærastan hans. Já. Og hún fyrir með sitt lið og ætla að finna. Bæði hann og er hann að sækja þessa demanta. Já. En mér minni meira þess að hún segi við sinn yfirmann, ég er bara að fara þarna til þess að finna hann. Þú snýst þetta ekki bara hann, ekki demantana. Jú, snýst bara hann, alls ekki demantana, eitthvað svona. Þannig að hún fyrir þetta mission. Ernie Hudson í henni. Ég ætla að segja, ég maður eftir honum mér, já. Hann er cool. Vannmyndir leikari. Hann vannmyndin, hann er skemmtilegur. Já. Svo er líka, ég er búin að gleyma hvað hann fucking heitir. Ég skammast mér núna. Sköldur, svartur. Leiki Get Shorty. Delroy Lindo. Já. Ég er búin að gleyma hann. Hann í henni? Hann er í henni. Hann er ógeðslega fyndinn í henni. Ok. Hann leikur svona hersöðingja eitthvað. Þau þurfa að díla við hann til þess að komast áfram, fá okkur að flugvél, bla bla bla. Þetta er skemmtileg svona, þetta er næstíð smá svona roadtrip eitthvað ævintýrmynd. Þetta er Michael Crichton eða ekki bók, eða ekki? Jú. Og skrifa hann handriti líka, eða? Ég man það ekki, þekki það ekki. Nei. Marcel gerði hana, Frank Marcel. Já, kannski þetta gefur í sans. Ég samt skil alveg að fólk er bara eitthvað, glata. En mér er skemmtilega. Ok. Þetta er svona ævintýrmynd. Það er allt og langt sem ég sá hana, kannski ekki gott að vera að dæma eftir því. Nei, hún er frá 95 líka. 95. Ég er sko með 1, 2, 3, 4, ég er með 5 frá 95. Já, gott ár. Gekkja ár. Ok, hvað er það með næst? Herðu, næsta mynd hjá mér heitir, þetta er glæpamynd sem að mér finnst, sko, margir munur eftir henni. En bara svona, þú veist, normal fólk hefur ekki séð þessa mynd og veit ekki hana. Gott dæmi mynd sem er fullt af ógeðslega góðum leikurum í aukar hlutverkum. Mjög langur titill. Ég held ég veit ekki hvað mynda þetta á. Skjáttu. Er þetta 10 Things to Do in Denver When You're Dead? Já. Things to Do in Denver When You're Dead. En hét hún ekki líka eitthvað 10 Things to Do in Denver? Nei, bara Things to Do in Denver When You're Dead. Fyrst hún heiti eitthvað 10 Things to Do in Denver. Já, Things to Do in Denver When You're Dead. Hún var á listanum mínum. Já, það setja þessa mynd. Æðislega mynd. Það er eins og þetta síðan sá hana. En mér fannst hún geggjuð. Mér fannst hún alltaf geðveik, sko. Ég var alltaf að segja fólki kringum mig að horfa á þessa mynd, sko. Mér fannst hún geggjuð, sko. Andy Garcia. William Forsythe var inni. Christopher Walken er glæpaboss sem er í hjólastól.
Steve Buscemi er svona sérstakur leigumorðingi sem heitir Mr. Segir ekkert, Einmitt. mjög hættulegur. Ég man, Treat Williams snarbilaður í henni. þetta uppáhalds Treat Þetta er Williams ógeðslega góð mynd. hlutverki mitt. Já, ég hef aldrei fílað hans að leikara, hann er geðvíkur í þessar mynd, sko. Það er svona tvær myndir sem ég dýrka hann í. Með honum, Já. ég get ekki svona nefnt hana myndi með hana, hvað? Deep Rising. Ég held ég hef ekki séð hana. Ok, ég var að bæla að setja hann á listan. En ok, allavega, hann skemmtir henni. Já, Já, Treat Williams, hann er geggjað. Hann er snar geðaukur í þessar mynd. snar geðvíkur í þessar mynd, sko. Grjót harður, sant? Já, Christopher Walken líka mjög minnstæður sem þessi glæpa boss í hjólastól, það er svolítið áhugavert. Mig minnir, það er eitt atrið sem ég er svo minnist þetta úr þessari mynd. Ég ætla að bera undir hvort mér sé að misminna. Hvort ég bara búið til eitthvað. Var ekki eitt atrið, ég ætla ekki að segja hvaða karakter var, en ég man samt hvaða karakter þetta var, hann er skotin í þessari mynd. Já. Og það var að tala um sásauka fyllsta staðin til svo skotin á. Kannast eitthvað við það? Það getur verið, já. Og mér finnst þess að segja eitthvað rugl. Mér finnst þess að það hafi verið skotin upp í rass. Ég held að já. Er það ekki? Var það ekki Christopher Walken sem talaði um það? Sagðist ætla að gera það við eitthvað neða. Ég man ekki alveg hvernig það var. Hann hótaði einhverju þannig, þú veist. Var Andy Garcia með voice-over í þessum mynd? Svona narration? Eitthvað, já. Já, ég Já, held svona. að hann sé að tala um það í þessu atriði. Eitthvað, the worst place for a gunshot eða eitthvað. Já, Að það sé mægin já, í gegnum rassin. og í gegn rassinn. Róman Guido. Er það ekki? Jú, Ég hugsa alltaf Það var þetta atriði í þessum mynd. það var eitthvað svoleiðis. Og svo náttúrulega var Christopher Lloyd inn líka. Alveg rétt. maður. Óvinnlegt hlutverkir hann. Já, Hann var kallaði Pieces og vantaði fingur á hann. alveg rétt. Fóru þeir ekki eitthvað svona döðleikjur? Þú stóru löggur og stoppa eitthvað og eitthvað. Já, Og það var Treat Williams sem klikkaðist og eðlaði allt. Já, einmitt. Hann var svona Wayne Groy í þeirri mynd. Já, þetta var góð mynd. Þetta er drullu góð mynd. Þetta er solid mynd. Rosalega glemt. Þetta er ekta 90s glæpamynd sem að Já. fór fram hjá fólki. Allt og mörgum, sko. Andy Garcia er reyndar, hann er svona að vesta við hana. Mér finnst hann bara svona, ekkert spes. Jaha. Mér finnst hann bara svona lala í henni, þú veist. En ertu ekki hrifin á hann? Ég er ekkert brjálæður að Andy Garcia. Mér finnst hann geðugur í Godfather 3. Og hann Touchables líka. Untouchable líka, já. Ok, ég skal gefa hann það. En oftast finnst mér það bara svona, ég er ekkert brjálæður að Ég hef alltaf hrifin á hann. Get ekki sagt það. Hann er alltaf solid. En já, hann er geggjær. Hann er alltaf lélugur. Nei, hann er hann er bara ekki svona- miklu uppáldið þér. Nei, hann er ekkert svona minnistöður, sko. Nei. Ok, Things to Do in Denver with Dead. Mér myndi alltaf hún ég svo fyndi maður býr sem bara til eitthvað á hausnum. Mér myndi alltaf hún heiti 10 Things to Do in Denver with Dead. Er það ruglað 2 Days in the Valley myndinni? Það er líka margir sem ruglað þeim saman. Nei, kannski er það saman við 10 Things I Hate About You. 10 Days in the Valley, eitthvað. Nei, það skemmt ekki máli. Allavega, ég veit hvað myndi er og hún er mjög skemmtileg. Geðvik. Er ég komið mér? Ég er ennþá 95. Já. Og þessi mynd er alveg þekkt sérstaklega hjá þeim sem fílar hryllismyndir. Og þetta er alltaf bara, held ég nokkuð fræg þar, í þeim hópum, en ég vil samt nefna hana að þetta er svo fucking góð mynd. Má ég skjóta? Demonite. Ég ætlaði að skjóta Demonite. Sorry, eðilega. Alltaf ekki skála. Ég vissi að, ég vissi að því hún er svo mikið svona kvöldmynd, sko. En samt, það veit allir, þú veist, þegar maður segir, þú veist, ég man ekki það mikið eftir henni, mér fannst hún góð. En þegar maður segir Demonite, allir bara, já, Demonite maður, það muna allir eftir henni. Hún var rosalega minnist. Þetta er líka bara geðveik mynd. Hún var rosalega góð. Já, ég er búinn að sjá hana mjög oft. Ég sé hana langa tíma. Þú er langt sem þú sást hana. Hvernig heldist hún? Mjög vel. Er það? Ég minnst það geggjum mynd. Hún eldist mjög Þá þarf ég að fara að kíkja á hana, sko. Ég verður að tala um það, ég er búinn að sjá hana það oft að ég man setningar, skilur, þetta er svona þannig mynd hjá mér. Já. Bara eina mínum uppáhalds. Já, ok. Ég dyrk þessa mynd. Ég man ekki hvort ég hafi, þú getur ekki svara þessu, valdi ég hana fyrir 95 í 90-stættinu með kíló? Nei, Ég held þú talaðir hana Já. það. Ég man eftir að ég mitt var ekki búin að hugsa um henni langa tíma. Nei, hún er solid. Ekki Billy Zane. Billy Zane, William Sadler, Já. þetta er æðislega mynd. Ég þarf að kíkja á þessa mynd. Hún er líka að þeim er stundum gleymast í horrormyndum að þeir eiga að vera skemmtilega líka. Já. Þetta er rosa skemmtileg mynd. Já. Skemmtileg saga, skemmtileg karakterar. Já. Þeir eru föstarna í einu eins og húsi. Þeir eru bara svolítið svona barð og góðs og íls. Saga var alveg drullu töff.
Manstu eftir hver sagan var? Nei, en var hún ekki partur af hvað heitir það? Heitir eitthvað meir en Demon Knight ekki? Jú, þetta er Anthology eitthvað. Nei, þetta er fyrsta Tales from the Crypt myndin. Tales from the Crypt, já. Já, þannig að fyrir það sem þekkja ekki, þá var Tales from the Crypt svona horror þættir. Já. Þeir gerðu Demon Knight, sem var bara nokkuð svona vinsal, eins og segið, þetta var svona kvöldmynd. Já. Svo gerður aðra sem heitir Bordello of Blood. Já, ok. Ekki séð hana. Hún kom beint á vídeolöfum mig. Já, ok. Samt skemmtilega. Þannig að Demon Knight var svolítið bara svona flúk, það bara þeir hitt á eitthvað rétt annað. Já, ég meni þetta var gott handrit. Já. Þetta er bara solid handrit. Og Var ekki líka fýll leikstjóri, það er svona alltaf leið leikstjóri. Ernest Dickerson leiksturinni. Já, ok. Ég man ekki alveg hvað hann er búin að gera meira. Nei. Hann gerði held ég eitthvað svona 90s myndir. Já. Uh, En hún var svolítið svona góri, eða þú veist, eða hún var allt praktikal og... það er einhverja djöfli í þessu. Geggjað maður. Þú ert líka með í ótrúlega skemmtilega hlutverki Thomas Hayden Church. Já, Hann er í henni. Hann leikur svo mikið fá þetta. það er bara eitt af fyrstum hlutverkunum hans, eða þú veist, hann er þetta svolítið gamall, eða ekki? Ég man ekki til að sé hann á henni svo Hann var í Tombstone. það er rétt hjá þér. Hann var í Tombstone. Já. Hann var í Tombstone. Þetta En er bara byrjunarmyndin hans, eða ekki, þú Jú. veist? Hvað var þetta Tombstone áttur? 93? 93. Já, hún tveimur undan þessari. Já. En hann er stærra hlutverk í Demon Knight. Hann Já. er meira áberandi. Já. Og hann leikur svo skemmtilega að fá þetta í þessari mynd. Já. Þetta er rosa skemmtileg mynd. Ég mælum að tjekkja á hann. Ég veit þú ert Já. ekki mikill horrorgæði, Nei, en þetta er töff saga. þegar er svona, þú veist, það er svolítið komedi í því líka ekki og svona skemmtilega horrormyndir er alltaf til að horfa á, sko. Já, hún er alveg ógeðsleg. Já. Það er alls ekki pjúra einhver grínmynd, en það er bara svo margt í henni sem er töff. Hann var með svona lykil. Mm. Og báður að leita hann er með William Sadler. Já. Er henni útsendari góðs, fyrir Já. að passa hann lykil og blóðið í lyklunum er meðal annars úr Jesú Krist. Já, ok. Og hann gætt sílað, hann gætt hellt úr þessu, Já, þá kom svona myndaðist eitthvað svona hjúpur eða eitthvað, ef hann setja alltaf þessi í dyragett já, og djöflan komst í gegn. já, Alls konar svona, þetta er töff mynd. ok, Mæli sterklega með henni. ok, Ok, við það kíkja hana. Demon Knight, 95. Algjörlega. Hvað er þú með? Herðu, ég var með frá 96, nú er ég komin í 96, þetta er svona B-mynd sem að mér finnst æðisleg. Eldist þú vel? Láttu svo stá. Ég er ekki viss hún eldist vel, ég er svolítið hrættur að sjá hann aftur, en mér fannst hún geðveik skemmtileg sinn tíma Ah. og hún ber titil sem er önnur fræg mynd í dag. Þetta er mynd með Charlie Sheen sem heitir The Arrival. já. Gemmyndin. Geimverumyndin. Geimverumyndin. Já. Manstu eftir henni? Hún eldist ekki vel, ég get sagt það. Ég er alveg hrættur það, en djöðl fannst mér skemmtilega af því að þetta var svona típist dæmið sem ég tók bara sjens í sána á vídeolegu. Charlie Sheen, Charlie Sheen, ég dýrkaði Hot Shots á þessum tíma, vissi ekkert hana. Mér fannst það bara skemmtileg B-mynd. Þetta er bara mjög skemmtileg B-mynd. Ég er 100% samanlegaður, Það er eitthvað við hana. en hún eldist ekki vel. Já. Hvað er það? Brellunar þá? Hún er bara Eða bara allir pakkin. Já, líka þessi geimverunar, ég man til þeim, það er Brotnar svona Já, hnýin einhvern veginn, eða fætnur á, það er eiginlega bara svona asnalegt. já. En mér fannst hann ekki eins góð og mér fannst hann míning. Já, ok. Mér grunar þetta að sé þannig mynda. Ef maður horfður áttur og bara, nei, hún er ekkert svona góð. Sko. En hvernig fyrir Chelsea? Charlie Sheen er, þú veist, hann er svo misjafn, sko. Hann er svolítið ofmetiliti. Sko, í dramamyndunum, ég meina, hann var ekkert eitthvað frábær í Platoon, sko. Bara myndin Platoon var allt í lagi. Fekk mikla athygli þá. Wall Street er líka ofmetin, finnst mér. Mjög ofmetin mynd hjá Oliver Stone. Er Oliver Stone ofmetin? Ég Sem leikstjóri? myndi ekki segja í dag af því að fólk er alveg búin að gleyma hann í dag, hann var það tíma. En það sem að Oliver Stone hafði mest af öllum fannst mér að vera Guts. Það er það sem ég fílaði mest af Oliver Stone og hann gerði myndir sem enginn þóra að gera. En ok, Charlie Sheen, Charlie Sheen, já, þú ert ekkert brjálað þannig. hann er góður í grínu, þú veist. Já, Mér finnst það skemmtilegust í því, þú veist. ég hef alltaf verið mjög hérna. Hot Shots, Men at Work og eitthvað svona myndir, þú veist, hann er góður í því, sko. Hvor er þessi skemmtilega leikari, hann eða bróður hans? Ég verði að segja það Emilio Estevez. Ég er Youngers með þeir, sko. Emilio Estevez er æðislegur. Hann er ógeðslega skemmtilegur. Hann er náttúrulega bara, hann er Billy the Kid fyrir mér, sko. Já, ég þarf að reyða það upp aftur, það er svo langt sín sá. Já, maður, þú fílað það. Já, ég meðast það æðislegar, Já, en það er bara svo langt sín sá þær.
Já, þetta er áhört pick. Arrival, svona fyrir sci-fi áhuga fólk, svona, ef er ekki síðan að bara, þú veist, ekki búist við neinu, láta hann bara koma ykkur skemmtilega ávart, þú veist. En hét hún ekki The Arrival? The Arrival. Já, ekki alveg það sama og... Já, hinn heitir The Arrival, já. Já. En já, þetta er svona gemmynd og... Ekta 90s mynd. Myndur segja að Chelsea var 90s-leikari? Já, er það ekki? Já, ég myndi segja það. Gerir fullt af myndum með 90s. Jafnvel 80s, var hann ekki að gera betri myndir en 80s? Var hann samt ekki meira áberandi í 90s? Jú, hann alltaf var svo mikið í svona spoof-myndum ykkur leðis. Hann tók við að það ekki af Michael J. Fox í Spin City. Jú, Já. ekki eins góður. Nei. Þar sást hvað Michael J. Fox er mikið sjarmatröll, sko. Já, 100%. Bara alveg klárt. Svo fór hann í þetta 2.5 Men draslarna og bara. Svo Það er mista hann bara eitthvað anti- vitið líka. Svo mist hann bara vitið, Tiger Blood. Hann var bara anti-fyndin í þessu 2.5 Men. Djöfull var það ófyndið þættir maður. Jésús. Mér finnst það hundleðilegir. Ég held líka að það hefur svolítið drepið sitcomið, sko. Já, svo er það eitthvað, já. Ok, þú varst með The Arrival. Arrival. En ég er ekkert að segja, ég meina kannski horfður á hann í dag og þau bara finnst þú mjög fín, en ég man bara, Ég hrættu við Arrival. ég man að ég var hrifin af þessar mynd, Já. bara þegar hún kom út, Mhm. fannst þú mjög skemmtilega. En það er þekktur handriðsöður sem skrifa hana. Ég held að hann hef ekki leikst þetta. Jú, David Twohy, hann gerði Já. hana og hann leikst henni líka. Hann leikst henni líka. Hann er nefnilega lúnskur og hann skrifaði Fugitive, hann gerði Riddick, Pitch Black og Riddick. Það er hörku leikstjóri, sko. Ég fíla hann. Já. Hann er fít, sko. Hann skrifaði líka, nú heldur sér rétt sem er. Já, ég heldur þetta rétt sem er. Hann er meiri penni, já. Hann skrifaði líka, já, hann er ég líti alltaf hann frekar sem handriðsöður. Já. Hann skrifaði líka Warlock. Já. Og það er eina mínum uppáhaldsmyndum. Já, það. Ég elska Warlock. Og mér finnst hún eldast vel þó þessi algjör, pjúra, Ógisláns í síðan. 80s-mynd. Ógisláns, já, hún var skemmtileg, sko. Mjög skemmtileg. En hún eldast, já, allavega. Ok, ég á með Demon Knight, þú veist með Arrival. Já, Ég hef með aðra mynd í 95. já, Ég hef með margar 95. Þetta er mynd sem mér finnst ekki vera þekkt. Þó þessi fræði leikarinni. já. Og mér finnst hún eiga mjög vel við í dag. Að það nú eru svo margir sem að fíla einmitt svona podcast, eitthvað svona true crime podcast, fjöldamorðingjar er mjög vinsælt viðfangsefni svona Netflix og svona. Ok. Þetta er myndin Copycat. Já. Mjög sammála. Mjög vannmyndin. Manstu þetta henni? Já, Manstu vera þetta henni? já. Mér Það finnst er það mynd. mjög góð mynd. Ég skil ekki akkur hún varði ekki meira vinsæl. Mér fannst hún aldrei verða þetta stór. Kemur hún á sama... Er Seven komin út þarna eða, þú veist, þetta var alltaf svolítið serial killer tíminn. Þetta var svo allt þessi mynd. Þetta er alltaf þessi mynd. Mér finnst þú meiri Silence of the Lambs heldur en Seven, sko. Sammálaðir. Sammála. En já, Sigourney Weaver er geðuginn, sko. Og Holly Hunter er líka ekki. Holly Hunter er frábær henni. Þú veist, ég bara... Af hverju var hann ekki meira vinsæl? Og svo er þetta líka með, ég meina, kannski áhört pæli því. Þú ert með tvær konur. Já, Ég alveg ekki. já. Var það eitthvað svakal algengt í svona myndum á þessum tíma? Tvær í svona konur myndum? í stóru Já, hlutverkum í thriller. það geti, já, ég veit ekki. Hann er alltaf Jodie Foster í Silence of the Lambs, en ekki tvær þar, en þú veist, Og ég líka veit ekki, ég hef aldrei pælt í því. Ég hef aldrei pælt í því að því að þær voru svo góðar ég báðar, sko. Nei, ég pældi ekki í því ég sá hana, mér varst bara aðeinslega mynd. En ég fór bara alltaf fór að pæla í þessum bara... Ætlaði að vera komið serial killer þreita þarna eða eitthvað, þú veist. Ég veit ekki, þetta er rosa vel skrifuð mynd. Mjög góð mynd. Spennandi. Já. Og fyrir það sem vita ekki, þá er þetta fjallar fjöldamorðingja sem er að því hann er copycat af Já. öðrum fjöldamorðingjum, Já, fyrir að myrða eins og þeir myrtu. Já. Og þær er að elda. Holly Hunter er lögga og Sigourney Weaver var ekki bara eitthvað svona sérfræðingur, rithöfundur eða hún var ekki lögga, sko. já, hún var metsölu höfundur. Já. Skrifaði. Og alveg bara svona sérfræðingur í fjöldamorðingjum. Svolítið svo profiler, eða þú veist. Já. Og lendir í ákveðnu áfalli og þannig að hún í rauninni bara býr heima á sér og ferilega bara ekkert út. Korofóbik. Þróa með sér einmitt, víðáttufælni. Er það ekki illskorið yfir það? Já. Þetta er geggjumynd. Ég horf á þessa reglulega. Ég líka. Ég skil ekki akkur hún er ekki meira vinsæl. Nei. Mér finnst það mjög skrítið. Þetta er gleymd mynd. Harry Connick Jr. er mjög creepy. Sem Hann er geggjaður. morði ekki að það. Nákvæmlega, svona myndir, ég skil ekki Nei. hvað er að þessari mynd.
Ekki neitt. Ég veit ekki floppa hún eða eitthvað fleis. Þú veist, hún bara kom á raungum tíma eða eitthvað, þú veist. Ég man það ekki. Ég man ekki hvernig það var. En svona í minningunum fannst mér einhvern veginn svona, hún hvarf svolítið. Svona bara ekki hægt að útskýra okkur pikkar ekki, ef hún hefði komið kannski 5 ára seinna. Já, mitt. Þú veist, maður veit aldrei, sko. Svo líka bara sem er 95, það Ekki bara gott ár. ég virðist vera heldur gott ár. Já. Ok, hvað er það næst? Solid mynd. Hvað eru konum mér? Er konum eitthvað langt í það? Nei, það var svona í 2 tíma eða eitthvað. Alltaf svo langi þættir hjá okkur. Sjá. Herru, þetta er mynd sem að, ég er nokkuð við sem að þetta sé týnd mynd og ekki nóg margir hafa séð. Ok. Ég dýrka þessa mynd. Ok. Komið svo skemmtilega óvart þegar ég sá hana. Já. Þetta er svona, leigumorðingja mynd svona hálfgerð. Svolítið Carlos the Jackal. Hún heitir The Assignment. Já. Með þannig? Donald Sutherland Donald og Sutherland, Aidan Quinn. Já. Hún var heldur góð. Þetta finnst mér helviti góð mynd. Og hún algjörlega hvarf. Svipa bara með Copycat. Ég bara skil ekki akkur svona myndir fengu ekki aðtekli. En býtu, kom hún ekki að var þetta eitthvað svipað The Jackal með Bruce Willis? Tíma, já, getur verið á svim tíma. Ég var að pæla hvort að hún hefði skikkt á The Assignment. Mögulega, að þetta er sama ár held ég, 97, kom ekki 97 Jackal, held ég alveg örgulega, eða 98. 96, 97, 98. Þetta er mjög svipum tíma, já. En var þetta eitthvað svona svipupæling? Já. Já, það eru glásta. Það er ástæðan. Bruce Willis stærri stjarnan, þú veist. Já, en Assignment fannst mér alltaf miklu betri mynd. Klárlega betri mynd, sko. Já. Algjörlega. Svolítið síðan sá hana. Hún var solid. Ótrúlega góð mynd. Bara vel sett upp einhvern veginn og... Hét hún einhver öðru nafni líka? Nei. Var hann alltaf bara The Assignment? The Assignment, já, sem er ekkert rosalega gott nafn, sko. Hræðilegu titill. Hræðilegu titill. Og líka, þú veist, hún er Carlos the Jackal. Já. Og alltaf hinn myndi heitir Jackal og veist alveg hvað hún er. Einmitt. Það var kannski, þetta var svolítið slæmt að hafa þetta nafn, sko. En miklu betri mynd heldur en Jackal. Mér fannst hún alltaf bara dörlu góð. Já. Þetta er svona algjörlega, þegar ég hugsa svona vannmennna myndir, þá er þetta einan fyrstu myndur að segja sem, sko. Sammálaður. Mjög skemmtileg mynd, sko. Og ég hef aldrei verið mikill Aidan Quinn aðdáandi, en mér finnst það mjög góður í þessu. Nei, sammálaður. Aldrei fílað hann. Alltaf ekki þannig, sko. Já, og alltaf Donald Sutherland, alltaf safe. Elska hann. Hvað er skemmtileg? Donald Sutherland eða Kiefer Sutherland? Ég myndi segja Donald Sutherland. Sammálaður. Ég er samt fíla Kiefer líka. Ég fíla Kiefer alveg, sko, þú veist. Þetta er sama ár, hann er rétt hjá, 97. Ekki, 97? Ég held hann að horfast út af henni, sko. Já, þú skilir hvað við. Það er málið. Fallið í skuggan á henni. Já, með Bruce Willis í hinni myndinni, þá náttúrulega, þú veist, allir bara eitthvað, önnur mynd Carlos Jackal, ok. Já. En Jackal, hún skemmtilega? Mér finnst hún allt í lagi. Mér finnst gaman að sjá Bruce Willis sem vondigurinn, sko. Já. Það var geggjað, sko. Hann var góður inni. Richard Gere var svolítið flatur inni, sko, en Bruce Willis var töff inni, sko. Ok, þetta er gott pick. Já. Assignment. Þetta er ekta mynd til að koma með í svona þátt, sko. Já, ég setti hann einmitt á, hún er örgulega verið á þessum top 60 plus myndalista sem ég skrifaði fyrst niður. Já. Þetta er heldur góð mynd, sko. Hörðu, er komað mér? Yes. Þessi var 97, já. 97. Ég er ennþá, nei, ok, ég er komað nú 95. Þetta komað 95 nú langsins? 96. Ok, ég meina mynd hérna sem mér finnst vera oft, hún gleymist oft. Já. En þetta er bara solid mynd. Kurt Russell. Það lefar að giska núna. 96? Já. Bjarni er að kíkja á listan sig. Svindla. Þetta kallaði ég svindl. Ég er að tjókja. 96. Kurt Russell. Er þetta gamemynd? Nei. Nú? Gamemynd? Var hann einhverju gamemynd 96? Ekki Soldier? Já, Soldier. Er hún ekki 96? Nei. 97. Þessi er 96. Þessi 96. Er þetta Breakdown? Nei. Nei. Hún var á listanum líka. Það er líka mynd sem að það var. Ok, hún reyndar ekki á 15, en hún var á 60. 96? Þá er ég alveg lost. Steven Seagal er líka. Já. Ég hugsaði um hana. Já. Executive Decision. Já. En mér fannst þú að vera svo vinsæl, ég var svona, þarf að minna á hana, það, veist. Er það? Mér fannst það aldrei verið þannig.
Fannst hún ekki vera vinsæl? Kannski var hann vinsæl. Tala allir vel um hann, mér finnst hún geggjuð, sko. En mér finnst það bara, Ég var að horfa á hana fyrir mánuði síðan, sko. þetta er geggjum mynd. Svo góð mynd. Já. Já, er það? Ég ekkert veginn, Líka hversu mér finnst cool, þú gleymast bara oft. hversu cool er það að drepa Steven Seagal eftir 5 mínútur? Já, það er ekki. Að gera það á þessum tíma þegar Steven Seagal var ekki á toppnum þannig, þú veist. Já, toppur var Já, ekki svona aðeins fyrr. Fann aðeins að dala þarna. Aðeins. En jú, þetta var boss move. Það er rosalegt move. Já. Ég man ekki því ég sá hann, ég bara, er Steven Seagal dáinn? Já. Það var geðvikt. Já, þetta var nefnilega ekki Steven Seagal mynd, fattar þau? Já. Já, persónulega, mér finnst það oft gleymast. Geggjumynd. Geggjumynd. Kurt Russell, mér finnst ekki bara gana að tala um hana því að Kurt Russell í þessari mynd, hann leikur bæslega bara velna gaur. Já. Hann er engin hetja. Hann er mjög Jack Ryan-legur. Já, hann er svolítið þannig gaur. Já. Hann er meira eitthvað svona analyst heldur en eitthvað svona field operative. Já. Andstæðan við þessu Seagal. Já, sem grándar myndinni. Ef að Seagal hefði verið í þessari flugvél, þá þetta var alltaf þessi mynd. Já, reyndar hefði ég örgulega fílana líka. Já, það er örgulega gæðið. En hún er mjög skemmtileg þessi mynd. Já. Og ég tengi alltaf við stealth-þóttunar. Já. Það er svo cool þegar ég tengjast við farþegaþóttuna og faramyndir að fara borð og það eru einhverjir terroristar. Oliver Platt er vísindabæðurinn sem að hannaði hana. Flugvélina. Já, Oliver Platt, einmitt. Hann var ekki alltaf með tannstöngul og svo var David Suchet sem leikur Vondakallinn, Hercule Poirot. Já, hann var geðugur í henni. Já, hann er geggjaður Vondakall. Ég þetta alltaf sem Hercule Poirot, ég bara ok. Já, hann er ruthless í þessari mynd. Já, mjög góður, vondigur, sko. Æðislega mynd, Executive Decision. Þetta var alltaf bara Die Hard on a Plane, sko. Var þetta ekki fyrsta Die Hard on a Plane, myndin? Var það ekki nokkrar? Er það einhverjum fleiri? Er þetta bara því Die Hard on a Plane? Ég hef aldrei litið á það sem Die Hard klónsamt. Ekki? Nei. Ég er ekki sem þessi rámtjöður, en ég hef aldrei tengt það sama. Þú veist, terroristar closed já, ég meina, samanburðin á alveg rétt á sér. Já. En ég persónulega, ég hef aldrei hugsað litið á þannig? Nei, ekki mynd. Eins og Under Siege, ég hef alltaf litið á það sem Die Hard klón. Já, klárlega. Það var bara Die Hard on a boat. Já. Ok, þú ert næstur. Já, heyrðu, ég þessi mynd sko, þetta er ekkert eitthvað frábær mynd en ég held að hún kom mér svo óvart þegar ég sá hana. Hún er frá 97. Ég held hún sé á Netflix núna. Ég sá hana það bara, hei, þessi mynd kom á Netflix. Með Dennis Quaid og Danny Glover. Heitir hún, má ég giska? Já. Heitir hún Switchback? Yes. Já. Þessi mynd kom mér óvart. En hún hefði getað verið betri, það hefði getað gert hana aðeins betur, en hún var ótrúlega spennandi. Það var eitthvað við þetta umhverfi og hvað það er og mjög geðvægt að sjá Danny Glover sem vondagur. Sko. Já, hann er vondugurinn. Já. Ég man ekki, ég sá hana. Já, Jared Leto hana líka. Já, ég man ekki eftir þessar mynd. Ég man ekki nógu vel eftir. Það var alls konar twist í henn og svona, þetta var svona góðu thriller, sko. Alltaf þegar ég hugsa hana, þá fannst mér svo að það var eitthvað ákveðin vonbrigði. Já, sko... En þú vilt meina sér spennandi? Mér fannst það spennandi, sérstaklega náttúrulega að maður veit ekki neitt og það var svona ákveðin twist í henni sem voru áhugaverð, en mér líka, ég er svo mikið sökkur fyrir Dennis Quaid, ég er bara dýrka Dennis Quaid. Hann er mjög skemmt. Það er eitthvað við hann bara sem að, ég hef alltaf svolítið gaman þegar ég sé að hann vera að gera hluti, sko. Já. Hver er þessi besta með þér? Ég er ekki með neitt svona... Það er erfitt að velja eitthvað svona, hann er alltaf bara svona safe, þú veist, hann er svona... Frequency? Já, örugglega. Það er örugglega besta myndin hans. Svo finnst ég er að blanka alveg núna á öllum Dennis Quaid-myndunum. Mér fannst Inner Space aðeinslega. Ég ætla bara ólst upp á hann í Inner Space. Já. Myndir sem að vera meiri 80s girl heldur en 90s? Já. Já. Ég held að. Hann liður svolítið því. Hann var í The Right Stuff. Það er mjög vannmyndum mynd. Hann í Right Stuff? Já. Var ekki Scott Glennon? Er þetta ekki geimfaramyndi? Rosalegt leikarlegi í Right Stuff, sko. Hún er góð. Þegar við séð hana nýlega. Nei, ég sá hana það er ekki 10-12 ár síðan. Það er geggjuð mynd, sko. Já. Ég horfa hana reglu, bara svona rifja hana upp. Svo djöfull eru góðu leikari í þessa mynd. En ég sá hana í fyrst skipti þá. Ég sá hana tölvöld seinna. Er hún ekki 80 eitthvað? 83. Hún er 83. Já. Ég sá hana reglu bara einmitt 2008 eða 10 eða eitthvað.
Ok, hvernig var að sjá hana Mér fannst hún bara drullu góð. Já, hún er rosalega svona svolítið bara eins og svona heimildamynd á köflum og svona, hún er rosalega lágstemmd, sko. Og flotti leikarar. Flotti leikarar, þetta er alltaf bara áhugaður saga, Já, einmitt. ef maður fílar þetta, þú veist. Já, ég man alltaf því ég sá hana, þó að vera svona mörgum ára setna. Já, svolítið löng, bara svona stórmynd, sko. Já. Manstu hvað gerði hana? Philip Kaufman. Philip Kaufman. Yes. Hvað hefur hann gert meira? Manstu það? Hann gerði Invasion of the Body Snatchers 78 útgáfuna. Já. Og hann gerði Rising Sun. Hann er svona... Rising Sun, ertu að tala með Connery? Já. Hann gerði hana. Philip Kaufman. Hann gerir alltaf svona, þú veist, alveg svona solid myndir, ekkert eitthvað brjálæðslegt, sko. Ok. Já, þetta er bara svona, ég skilji. Ég myndi setja hann í saman flokk á Frank Marshall, hann er svona örugur leikstjóri. Switchback. Já, þetta er svona, mér finnst þetta Thriller. bara feed thriller. 90s. Hún kom bara svo óvart, að ég bara eitthvað, Dennis Quaid og Danny Glover, vissi ekki neitt hana, hún kom mér skemmtilega óvart. Já, ég þakka sér ekki. Altså ég held hún sé örugglega á Netflix og þetta er mynd sem að ef fólk hefur ekkert að ára, kíkja á hana. Já. Ok, ég meina mynd sem er alveg fræg. Já. En hún hvarf svolítið. Það lefa að giska. Frá hvað ári? 96. Ég er alveg með 4 frá 96. Ok. 96. Og það er alveg fullt af fólki sem ég sé þessi mynd og allt það. Það þarf ekki endilega minna á hana, en ég hef samt gera að það er líka svo stutt sem ég sá hana aftur. Já. Þess að segja, margar sem myndum bara tildur á stutt sem ég sá hana og sérstaklega þessa. Við erum bara að tala, ég sá hana bara fyrir mánuðu síðan eða eitthvað. Ok. Og hún er svo skemmtileg. En hún hvarf í skuggan á annari mynd sem kom út sama ár, minnum alveg örugglega. Og í þessar mynd er þvílíkt leikaraleg. Ok. Meðal annars Michael J. Fox, Pierce Brosnan. Já. Mars Attacks. Já. Það er æðisleg mynd. En hún hvarf svo út á Independence Day. Nákvæmlega. Þessi mynd hvarf rosalega. Mjög sammála því. Og fólk fattar kannski ekki alveg á þessum tíma. Það er ógeðslega langt sem ég sé hana. Þetta er rosa skemmtileg mynd. Þetta er skemmtileg mynd. Hún er virkilega skemmtileg. Og hún eldist vel. Hún er svo mental. Þetta er svona Tim Burton alltaf bara... Já, en mér fannst einhvern veginn, því ég horfði á þessu mynd, nú þekki ég ekki söguna bak við kvikmyndagerðana sjálfa eða allt það dæmi. En mér finnst þess að Tim Burton hafa aldrei skemmt sér eins vel. Alveg pottið. Hann hefur elskað að gera þessa mynd. Þú veist, kannski var helvítið fyrir hann að gera hana, ég þekki það ekki, Já. en mér finnst það bara skín í gegn. Bara einhvern svona skemmtun. Höfum bara gaman. Hver annar en Tim Burton getur gert þessa mynd? Já, nákvæmlega. Þetta er svo mikið Tim Burton mynd, sko. Þetta er, Og hún er steikt. hún er á mjög köflum. steikt, en hún er svo skemmtileg. Þetta er svo skemmtileg mynd og þessar geimverur eru svo fyndnar. Það er svo over the top að þær eru ræðislegar. Þær eru æðislegar. Og það, í myndinu þá búa þær til, þetta er svo fyndið að þeir, búa þær til eitthvað svona translator. Þetta er svona tölva sem á að þýða þeirra tungumál og tungumál þeirra er bara eitthvað og þeir búa til eitthvað svona translator. Svo seinna í myndinu er í lokin, þá eru þeir geimveruna búin að stúta öllu og eru með hana minnum að lögreglu í svona innkaupakerru og eru að hlaupa með hana þetta er bara svona throwaway gag og þá er translatorn að þýða we come in peace, we come in peace og ekki hlaupa. Já, og eru bara að stúta þetta er æðisleg mynd. Og mér finnst líka Jack Nicholson í henni að hann leikur tvölutur. Já. Þetta myndi það. Já, ég vissi það. Já. Hann er að skemmta sem maður. Hann alltaf bara kallar í hann eftir Batman, þú veist. Hann er með Danny DeVito líka. Já. Hann bara, já, leikaralið sem var það var rosalega leikaralið, sko. Svakalegt. Þetta er mjög skemmtileg mynd. Nákvæmlega, þetta að vera með svona rosalega ensemble cast í svona myndum, þetta myndi ekkert vera gert í dag. Og þetta er líka bara pjúra grímmynd. Já. Og mér finnst það svo leiðilegt hvað er skuggan svolítið svona á Independence Day. Já. Það er það svona mín er ekki Independence Day örugglega 96? Jú. Já. Og mín tilfinning var alltaf, ég man eftir svo þessu tíma, að því að Independence Day var svo risastór. Huge. Svo kom Mars Attacks út. Og ég man þegar ég horfði á hana. Ég hugsaði mér, þetta er drullfín mynd. Já. Mér finnst það alltaf skemmtileg. Já, mér finnst fáið tala um hana. Mér finnst það alltaf skemmtileg. Ég skil ekki, ég held að flestir af það fundist hún skemmtileg, en bara búið að gleyma þeim, þú veist. Og ég held líka, ef fólk ætti að telja upp sem þú hittir eitthvað kveikmynda á mann og spurja bara,
Hvað með nokkrar góða Tim Burton myndir? Heldur myndir nefna þessa? Já. Já, en þú heldur það? Ég held það. Ég nefnilega held ekki. Ég held að væri búin að þylja upp alla á 5 myndir ána til þessum. Já, meinar þessar klassísku darkmyndir hans, já, kannski, en ef þú leiðum myndir segja Mars Attacks, þá svo, já, nei, ég glemdi, þú veist, þau muna hvað hún er góð. Flestum fannst hún góð, sko. En ég held að margir gleymi samt þessari mynd, basically, bara að hugsa um Tim Burton mynd, Já. þá held ég frekar að hugsa um Edward Scissorhands, eða Batman, eða Sleepy Hollow. En ef þú myndir síðan segja, en Mars Attacks, þá bara, já, Mars Attacks, ég er bara að gleyma henni. Já, ég held að það er viðbyrðu. Já, ég er bara að gleyma henni. Já. En hún var góð. Geðveik mynd, sko. Ok, hvað er þú með? Ógeðslega skemmtileg, sko. Hrikalega skemmtileg. Hvað er þú með? Herðu, ég er með, já, það er svolítið þema hjá okkur, myndir sem að fjalli í skuggan og annari mynd. Ég er með þannig mynd frá 1998. Ok. Það sem er önnur mynd sem vann til Óskarsverðlauna var mjög svipað efni. Ok. Þessi mynd er með John Travolta. Frá 1998. Þetta er svona lögfræðingadrama. Já. Bíddu. William H. Macy er í þinn líka. Hétur hún Primary Colors? Nei. Var það Travolta ekki henni? Jú, hann var henni líka. Það er enda líka henni mynd. Ég hugsaði að nefna hann líka. Ok. En James Gandolfini er inni. Tony Soprano. Hvað með það? Ég man ekki námið. A Civil Action. Ég man ekkert þetta svona. Þetta er lúmsk mynd. Hvaða mynd vann sem að... Erin Brockovich. Það voru báðar sem myndir voru að menga vatni í svona smábæ. Bara eiginlega mjög svipaði sögurþræður. Og þessi var svolítið undan það, Erin Brockovich er líka alveg frábær. Það getur ég hef ekki séð þessu mynd. Þetta er mynd sem þú átt að kíkja á. Ég man ekkert að þenni. Sá sem skrifa hann er Steve Salian, sem er náttúrulega mjög þekktur. Hann er mjög frægur. Já. Hann skrifa, og ég held að hann hefur leikst þetta líka. Ég man eftir coverinu. Já. En ég held ég hef ekki séð hana. Og John Travolta er mjög góður í henni. Þetta er virkilega góður svona lögfræði thriller. Ekki thriller, en lögfræði drama. Já, ég er sökk fyrir þeim. Já. Þú myndir fíla þessa mynd á. Gerist þess mikið í réttarsal og eitthvað? Nei, nefnilega ekki. Ég sem fíla það. Sem er enda mjög gott. Þeir passi, það er rosalega mikið rannsókn að vinna í gangi. Já, ok. Þeir eru að rannsaka, hvort að þetta stór fyrirtæki sé að eitra vatni og allt svona. Og bara alveg sem Erin Brockovich, hann þarf að fara að tala við fólki sem er á staðinum, sem er, að verða fyrir þessu. Mér varst Erin Brockovich frábær. Og þetta er rosalega mikið myndum að leggja allt undir, þeir þurfa að leggja allt undir til að fara í þetta stríð við þetta stór fyrirtæki, þeir þurfa að setja mikið pening í það. Þetta er rosalega góð mynd. Mjög svona vannmyndin. Ég að tjekka, þú komið fullt af hugmyndum fyrir mig. Já. Ef þú fílar svona myndir, þá myndir þú fíla þessa mynd. Já. Það er geggjaði leikari í henni. Svo stundum verð ég svona rugglaður því að á þessum tíma þá var maður alltaf á vídeolögum. Já. Og ég er búin að sjá þetta cover oft, sko. Já. Mér finnst ég sjá það fyrir mér, sko. Já. En ég held ég sé ekki búin að sjá hana. Ég mitt tók sensin á henni ekkert í hann og ég vissi ekki, ég er bara svona, John Travolta, ok, tjekka á henni. Var ekki búin að heyra neitt. Þess að hann kom mér svo skemmtilega vort, sko. Civil Action. A Civil Action. Klálega að tjekka. Geggjuð mynd. Ok, koma mér. Yes. Djúlega gaman að fara yfir það. Fannst þið gaman að fylla listað þeim? Já, maður, þetta var geðveik. Ég gæti ekki stoppað, þú veist. Ég er bara að fara að velja 15, ég er bara sjöfullir marga myndir sem langar að tala um, sko. Ok, ég valdi eina mynd frá 96. Ég á 2 eftir frá 96. Það var áleitt. Já, greinilega, 96 og 95. Og þetta er mynd sem ég fannst trubluð. Ég sá hann í bíó, ég fór með pappa og vini hans á hana. Og þarna er ég 13 ára. Og hún er aðrættið þessi mynd. Já. Mér fannst eitthvað geggi kúl að fara hann með pappa og eitthvað. Mér fannst þetta trublumynd, mér finnst hún eldast fárlega vel. En mér finnst hún oft gleymast. Sérstaklega hjá þessum leikara. Já. Og þetta er Bruce Willis mynd. 96? Já. Aðrættið? Er það Við erum bara búið til eitthvað giskleikur. Giskleikur það. Ekki er þetta Last Man Standing? Já. Þetta er Last Man Standing? Já. Var hún ekki 95? 96. Oh. Ég fór inn til bíó og allt doppeltjekka það. Já, ok. 96. Já, þetta er nefnilega drullig góð mynd, sko. Þetta er gleymd mynd. Þetta er Walter Hill, eða ekki? Walter Hill. Hann kann að gera action. Já, ég meina, þegar fólk hugsa Bruce Willis, sem Hasaritju, Já. það er John McClane. Eða Les Boy Scout. Auðvitað fílað þú þessa mynd með. Þetta er grjót. Byssubeltin og allt þetta. Það er byssun undir.
Mér finnst það geðveik mynd og ég horfði á hana fyrir ekkert svo lengur síðan. Mér finnst það bara ennþá ógeðslega töff. Hverju voru aftur hérna glæpamenni? Það var ekki Christopher Walken en það? Christopher Walken, leik Hún er gauð sem heitir Hickey. Já, með eitthvað Já. svona, já. Hverju voru hinir einhverju svona þekktir? Þetta voru ísk mafía og ítölsk mafía, ekki? Berjast smábæði, ekki? Jú, berjast smábæði. Þetta er rauninni bara, þetta er basically sami sögurþráðar og Yojimbo Já. og Fistful of Dollars. Já. Þetta kemur inn í bæði, þú veist, no-name gaur eða, þú veist. Já, þetta er rauninni það sama. Já. Hann er svona að spila svona báðar hliðarnar og rauninni að græða hann í þess að mynda ykkur pening. Já. En mér finnst þú líka oft gleymast þegar að vera að tala um að því Yojimbo og Fistful of Dollars er svona klassíkarar og ég er ekkert að segja að þessi sé endilega betra þær. Nei. En mér er svolítið svo að þessi bara hafi gleymst og líka bara sem karakter sem Bruce Willis leik, sem Hazard leikari. Já. Hann er ekki Smith. John Smith. Já. Þetta er geggjumynd. Þetta var alveg svona töff mynd, sko. Og tónlistin ennþá töff í henni. Já, það var svona spes tónlistin. Já, þetta er geðveik mynd, maður. Bruce Dern leikur Fókitan. Já. Hann er alltaf bara gjörspiltur og... Það var svona, hún var svolítið svona eins og Quick and Dead, það var svolítið svona over the top, svona ofbildið ekki. Jó, ég menn hann er að skjóta gæja og þeir hendast bara aftur eða einhverja 10 ekki. metrar aftur. Já, alveg rétt. Það elska ég. Já, nákvæmlega. Mér finnst það geðveikt. Já, þetta var fín mynd, ég maður til því. Og líka því hann Fórum með tvær byssur undir öxl. Já. Ég er nokkuð vissum það að það hafi ekkert eins og verið það algengt á þessu tíma. Þess að það verið talað bara í kring 96. Nei, ekki þarna. Það er eins og í Hong Kong, eins og Chow Yun-Fat Já. og svona, hann var alltaf með tvær skambyssur og eitthvað. Já. En ég man þegar ég sá þetta í þessari mynd, þá var ég bara eitthvað, wow, mér fannst það svo geða töff. Er þetta ekki bara John Woo áhrifið það? Örugglega, Passaði tíman? já, alveg potið, sko. En það var mjög vel gert hjá honum. Og ég er ekkert sett sér bestu byssatur sem ég séð. En karakterin sem slíkur var bara geðugur. Já, hann var mjög sálur, sko. Og Walken var ógeðslega sálur. Bruce Willis að grjótar Grjótarinn sem mynd. Og það eru nokkar setningar sem eru bara grjótarðar. Mér finnst geðveik, ég er bara að minna fólk á hann. Ég talaði þess við Kíló þegar hann kom til mér fyrst. Töluði þessum mynd. Já. Hann er ekki alveg sem hún ég. Hún finnst alveg góð mynd, en mér finnst hún geðveik. Það sem ég man eftir henni, svona rifið upp í hugunni, að voru svolítið slow moment inn á milli. Þú veist, maður vildi bara sjá alltaf actionið og allt það, en svo voru svolítið svona... Mér finnst það alltaf áhugavert, af því mér finnst alltaf, þetta var alltaf áhugavert karakterar. Var hann ekki með eitthvað svona love interest eitthvað? Það var einhver kona í bænum eða ekki sem að... Jú, Var ekki reyna að bjarga henni undan mafíunni? jú, eða svona, jú, ekki kannski bara allan tíman, hann er svona aðalega bara að reyna að græða pening. Já, hann var alltaf bara, þú veist, spila á alla, þú veist. Já, og þetta gerist í rauninni þetta er svona blanda vestra og bannársmynd. Já, Þetta er svona bannárunum, já, þeir eru að smigla ykkur áfengi og eitthvað. töff fötum og svona, þú veist. Já, með hattana og frakkana og allt Hún er þetta. alltaf að sjá svona myndir, sko. Já, Tommy Guns og svona, Já. þetta er æðislega mynd, last man standing. Ok, hvað ertu með? Ég þarf að rifja hann upp. Herðu, 98, aftur mynd með Dennis Quaid, sem að ég held að hafi rosalega mikið farið fram hjá fólki. 98, Dennis Quaid. Já. Ég er nokkuð sem að þú eru örugglega ekki heyrt um þessa mynd. Hún hérna, ég held hún heitir Savior. Já, stríðismyndin. Já. Já, sem gerist í, var þetta í... Bosníu eða eitthvað. Já, einmitt. Ég sá hana. Ég held hún hafi verið sko framleitt eitthvað tengt Evrópu eða eitthvað slags. Hún var ekki 100% framleitt í Ameríku. Þetta er drullu góð mynd. Ég man, það er mjög langt sem ég sá hana, en ég man að mér fannst hún góð. Já. Er hún ekki svolítið svona, og ég er ekki að tala, ég er ekki að drulla við það, er hún ekki svolítið svona hrá? Já, hún er mjög hrá. Þetta er hádramatísk mynd, sko. Já. En hérna, það var eitthvað við hana sem að, já, Dennis Quaid er mjög góður í henni. Já. Það var eitthvað við hana sem að greip mann, sko. Vá, þetta er mjög gott bygg. Þetta er mynd sem ég ofna að gleyma henni, sko. Já. Þetta er mynd sem ég bara rambaði á einhverju vítalögu og ég bara að Savior, eitthvað Bosníustríð, svolítið þungt. Þetta er drullu góð mynd. Stellan Skarsgård í henni líka. Vá, ég hef bara ekki séð hana síðan 98. Svo kemur út 98? 98. Ég hef ekki bara séð hana þá. Þetta er lúmsk mynd. Hefur þið séð hana aftur, eitthvað tildal nýlega? Já, ég sá hana örugglega 2000 og eitthvað. Ég hef ekkert séð hana síðustu 10 ár, sko. Nei, en þið fannst hana það góð? Já. Já, þetta er mynd sem ég eldist vel, sko. Vá, þetta er gleymd mynd, maður. Já, þetta er mjög svona hrá mynd, svona bara náttúrulega stríð og Já. þetta er þungt. En hérna, mjög vel gerð. Mjög vel gerð. Ég veit ekki hver gerð hana.
Ég held að verið einhver frá Króatíu eða Bosníu eða eitthvað. Var það ekki Leikstjóri, líka svolítið gróf? Og svolítið gróf, já. Já, Svolítið brútal, sko. já, svolítið brútal. Já, þeir eru ekkert að draga úr því, þú veist. Nei, Það stríð var brútal, sko. já, bara ógeð. Já. Það er svona sem ég man eftir helst úrni, það var rá og svona gróf. Já. Lúmskmynd, mæli alveg með henni. Savior, Savior. mjög gott pick. Þetta er alveg 100% gleymd mynd. Þetta er glimmynd. Ég veit að það eru örugglega ekki margir búin að sjá hana, sko. Ég meiri þess að því ég googlaði bara ýmsar myndir og fór svona að kíkja á henni og svona. Ég held að hann ekki svona poppa upp hjá mér, sko. Já, Ég sko að Wikipedia og eitthvað, ég man ekki sættur að síðan. nei. Þetta er geggjum mynd. Savior, Já. en var hún, þetta var ekki stríðsmyndið svo segjum Pride Ryan. Nei. Það var ekki þannig. Þetta var meira svona hann eitthvað, ég man ekki, hann var eitthvað að reyna að bjarga einhverju fólki, það mikið af fólks, flutningum og svona, flótta fólk. Og svo var hann alltaf að komast undan öllu þessum hræðilegu einræðisherrum eða þú veist, stríðsherrum þú veist, þetta var bara klikkaðu tími, sko. Já, Og hann er eitthvað að reyna að bjarga einhverju konu og hvort það var barn með eitthvað líka, ég man ekki hvað það var, sko. Ég hætti svona aðeins minni mynd og persónleira heldur en eins Já. og segjum Pride Ryan eða eitthvað. Já, hann er hermaður sem kemur inn með Sameinuðu þjóðunum, sé bara hvað er að gerast þannig hræðilegt og hann er að reyna að gera eitthvað rétt í þessu, þú veist. Vá, ég þarf að reyða þessu upp, maður. Já. Savior. Seifur. Geggi pick. Kækjum mynd. Ok, ég er næstur. Yes. Ég valdi mynd frá 96. Önnur. Þetta er, eins og ég er búin að segja margótt í þessu Þú taka 96 ár bara. Þetta er, já, ég held það. Þetta er mynd sem ég horfði á síndi kæristum minni, fyrir stuttu síðan. Þetta er svona mynd sem ég var búin að sjá örugglega 3 eða eitthvað áður. En svona, ég var alltaf búin að gleyma henni. Gleymdi einhvern veginn svona sumt sem ég myndi eftir, en það er sögum myndir, og þú kannski þekkir það. Svo kannski sérðu, kannski búin að sjá það oft. Já. Svo þegar þú samt horfður á það kannski í 4. skiptið eða 5. Já. Þá er samt svona sért bara eitthvað byrju. Ég man ekki eftir þessu. Nei, manst ekki eftir. Nákvæmlega, ég er oft. Já, þessi þannig mér. Og horfði á hann aftur daginn, sá hann mitt á Hulu, margar 90s myndir þar. Og ég sagði kærastan mér, herðu, kík með þessa. Því maður nú var eitthvað svona góðu leikur og svona spenna. Ok. Og ég hugsaði mér, ég ætla að setja hann á listan minn, fræði leikur og allt það, en af því að við vorum að tala svolítið Robert De Niro Já. í fyrsta þettinum okkar. Já. Og ég held að þú hefði sagt að hvað eftir Casino. Eftir Heat og Casino fannst mér ekki nenni þessu lengur. Já, þá fannst þér svona nefnt ekki að leika lengur. Já. Og ég hugsaði með mér, ég ætla að koma með þessa mynd, að því hún er 96. Lásan þessa kenningu, árinu eftir. Árið eftir. Ok, þá færi ég þetta 96, ef þetta er gott þig. Okay. Og þetta var ekkert eitthvað skot á þig. Æskli. Ég hugsaði með mér, vá, það er gaman að því að mér fannst De Niro rosalega góður í þessu mynd. Er þetta að fatta hvað með þér? Mig grunar það. Já. Þetta stuttur titill. Já. Þetta er The Fan. Þetta er The Fan. Já. Ég var að hugsa hana líka, hann er nefnilega djöfulli góður í þessari mynd. Ertu búin að færa árið Ég held ég búin að færa, eftir The Fan, þá nefndi hann ekkert að leika lengur. Eftir The Fan. Hann er geggjaður í henni. Hvernig finnst þessi mynd? Mjög vanmetin. Þetta er mjög vanmetin mynd. Þú veist, líka það hefur enginn gert svona myndum svona crazy íþrótta áhörnandur. Maður þekkir svona fólk, sko. Og þetta er svo, hvað hann lék þetta vel De Niro, sko. Já, langulega, hann var að nenni þessu þannig, sko. Hann var virkilega, Hann var góður. Þetta var karakterstúdía, sko. Já. Þetta var það, sko. Þetta var ekki að hasamynd, þetta er karakterstúdía, sko. Nei, algjörlega. Ég meina, hann er svolítið myndin. Já. Og Snipes er náttúrulega hann sem baseball gæinn. En þetta er rosa mikið De Niro mynd. Já. Og þetta er svona eins og segja, ég hef alveg séð hana oftar en 3 svar, en einhvern veginn gleymi henni alltaf. Já. Og svo horfði hann hún aftur og Tony Scott sem gerir hana. Já. Þetta er alveg Tony Scott-leg mynd. Lúkar vel alltaf. Já, þú sérði það líka alveg. Lýsingin og... Já. Klippingarnar, svolítið myndatakan og svona. Tónlistavalið. Já. Það nota, ég held að Nine Inch Nails sem eitthvað lög og eitthvað. Mér sem finnst ég var mjög ánægð með. Ég er mikill næðins niðursáttandi. Já. Ég var ánægð að nota við það. Mjög 90s feelingur yfir þessu. Algjörlega. Benicio del Toro er inni. Já. Ég var reyna búin að gleyma því. Litlu hlutur ekki. Já. Hann er samt svona ágætis. Þetta er ekki pínull þar. Nei, hann er svona, þú veist, hann er bara, hann á að vera the dick, þú veist, hérna móti. Já. Snipes er fíll í henni líka, sko. Snipes skemmtilegar maður. Hann er fíllleikari, sko. Og hann er ekki bara aksjöngur. Nei. Hann er flottur í þessu mynd. En De Niro, hann leikur svona hnífa sölumann eitthvað.
og hann er psycho í þessari mynd. Það er svona Travis Bickle í gangi hana, það er eitthvað svona, þú veist, Já, eitthvað smá. einhver svona, eins og ég hef ekki séð hérna Russell Crowe myndina, hann Unhinged, eitthvað, þú veist, hann er svona þannig feelingur. Já, ég reyndar ekki að sé hann heldur. En hérna, já, hann er snar bilaður í þessari mynd, Hann snæbilaður. En þú veist, maður, eins og segir, þú veist, þeir sem fylgja sem í íþróttum, þeir vita svona fólk. Það er til svona gaurar sem taka íþróttir svona alvarlega, sko. 100%. Og það er, þess vegna er engin annar búin að gera svona mynd. Nei, Þetta er áhugavert efni, sko. ég held sem bara rétt sér. Svo er einhver öskar okkur núna, það er búið þessa og þessa og Fullt þessa. Hvaða myndir Ég man alltaf ekki eftir henni. Já, En já, The Fan, svolítið gleymt, já. bæði og mér persónulega. Ég hefði skýrt myndin eitthvað annað. Þetta er boring nafn. Ógeðslega boring nafn. The Fan, já. Ég veit ekki, það er eitthvað, það hefði getað kannski lagað eitthvað, en já, skrítið hvað hún fekk líka, Þetta er solid Athygli. dramamynd. já, Með svona fyrst thriller var í aukina, það. hann var að nenna þess að Róbert De Niro var að nenna Ok. þess að Þannig að þú færðir árið. Ég færi þannig 96. 96. Eftir The Fan, hann var hann ekkert að nenna að leika. Ok, þú ert næstur. Ef ekki bara tvær eftir. Ég held að já, jú. Allan ekki annar 4 eftir þáttur. Nei. Hérna, já, 98 er ég ennþá í. Ok, Hérna, þetta er mynd sem að mér finnst vera forrenni Hangover. Forveri Hangover. Hangover basically bara tók allt úr þessari mynd, stali öllu. Very Bad Things. Very Bad Things. Já. Var það samt ekki miklu svartar í grímynd? Jú, En ég hef ekki séð Hangover, því mér fannst Hangover aldrei sérstök. já, ok. Er hún svört, eða? Mér myndi að það veri bara mjög svona vennilega grímynd. Það er svona inn á millir alveg svona, svolítið svona, þessi er alveg bara dark, sko. Þú veist, þetta er bara happiness, sko. Þú veist, þetta er mjög svört komedía, sko. Það er ekki eitthvað vændi sko eða stripp. Jú, en þú veist, þetta bara að gauðra fara saman í eitthvað svona Vegasferð og eitthvað slæmt gerist og þú svo þurfa að leysa þetta, þú veist, svolítið svona það sem Hangover tók yfir en gerði meira grín úr því, sko, meira léttmyndi. Var það Peter Berg sem gerði það? Já, þetta var fyrsta myndin hans Fyrsta myndin hans. og hún er rosalega vel gerð þannig. Var ekki Slater í henni? Slater í Cameron henni, Diaz? Var ekki Cameron Diaz í henni? Er ég að jú, ruggla? Cameron Diaz, Já, hún er í henni. hérna Jeremy Piven, Já, mitt. hérna Daniel Stern, Það er, ég fíla hann. hann er aðeinslegur. Hverju voru fleiri? Það var hérna einhver viðbót. Já, ég voru að segja, Christian Slater, já. Já, var ekki aðalgæn? Eða Jú. svona, Og Leland Orser, óvandarleikarinn okkar. leikur hann svipað? Já, svo langt ég sá hana. Hann er Er bara hann óvandar svipaður? ekki í henni. Nei, ok. En er hann eitthvað svona fórnalamb? Hann er svona, já, hann er svolítið svona, já, aumingin. Leland Orser vinnur okkar. En er landsjón sást hana? Eldust þú vel? Það er svolítið síðan saman. Ég held að þetta sé mynd sem að myndi alveg eldast ágætlega. Já. Kannski ekki svona í PC heiminum núna, þú veist, Nei, hún kannski erfiðar í dag. erfiðar í dag, þú veist. Hérna, hvernig er fara með þessa greiði vændiskonu þarna og svona, þú veist, þetta er örugglega, þú veist, þetta myndi ekki tala sig grínmynd í dag, sko. Voru ekki að saga hana og eitthvað Jú. og búta hana niður og eitthvað? Og það var svona risastór öryggisgaur kom líka, þau veit að saga þau í sundur en að koma þeim út í einhverju hótelherbyggi í Vegas, þú veist. Þetta er alltaf pure comedy, þú veist. Það er alltaf mjög svartur húmor, sko. Very Bad Things. Very Bad Things. Hvort fílar er Peter... Ég mæli með þau sem að fíla Hangover eða ekki síðan að kíkja þessa mynd. Kíkja þess með. Hvort fílar er Peter Berg betur sem leikara eða leikstjóra? Ég verð að segja þessi leikstjóri. Já. Ég finnst það ekkert spes sem leikari, sko. Ég meina, hann hefur gert The Kingdom og svona... Ég hef ekki fílað þessar Mark Wahlberg myndir sem hann er að gera. Fílaður þeir sem hann... Gerði... Hann var að gera 3 í raunina með honum eða eitthvað. Lone Survivor eftir hann. Lone Survivor, þarna, svo sem gerist á borpallinum. Hún var það fín. Sást hana? Ég sá hann aldrei. Já, þú sást hana í. Nei. Hún er alveg, þú veist, fín sem þannig mynd. Já, svo var einu viðbótur ekki hann Boston-sprenginguna eða eitthvað. Já, hvað hétt hún? Patriots Day, já. Ég sá hann ekki. Ég hef ekki á það. Nei, hann gerir bara Mark Wahlberg myndir. Hann bara festi sig í Mark Wahlberg. Hann var bara... Mark Wahlberg var hans muse í ykkur tíma. Af öllum leikurum. Hvernig finnst þér hann sem leikari? Mark Wahlberg? Já.
Við farið yfir þetta áður. Vorum við búin að tala um hann? Já, þú veist, ég var að hlæja því hvernig hann var í byrjunin alltaf, hvað ég var að tala um hann andaði svo mikið þegar í byrjuninni. Jú, ég meina, hann er að verða betri og betri, en hann er ekkert eitthvað... Já, við vorum búin að tala, ég var búin að gleyma það. Hann er ekkert að fara að vera tilnefndur fyrir neitt eitthvað Nei. svoleiðis, sko. Hann er bara, hann er góður í hans myndum og svona. Hann er rosa mikið eins. Já. Ok. Hann er ekki leikari, þú veist. Ok, það kom að mér. Já. Áttu ekki það bara eina mynd eftir henni? Jú, Ég veldi mynd frá 90, nú ætla ég að leiða að giska. Ég 98. veldi mynd frá 98. Ég er bara hversu miklu uppsingur á að gefa. Gef mér hint, einhver hint. Viltu leikstjóran eða aðleikaran? Leikstjóran John Carpenter. frá 98. Já, með James Woods. Já. Þetta er góð mynd. Ég allir myndi bara að þú veist mikið James Woods að þetta. Vampires. Vampires. Herri, ég var næst í búin að horfa hana því þú varst að tala um henni einhvern tíðan. Vorum við búin að tala um það? Nei, þú varst að tala um einhvern annan um hana og ég var búin að gleyma henni. Ég ætlaði að fara að horfa hana, ég gerði það ekki. En hefur þú séð hana? Ég hef séð hana fyrir Já, bara þegar hún kom út. löngu síðan, sko. Hvernig eldist hún? Mér finnst hún eitthvað skemmtileg. Ég man að hún var mjög svona, þú veist, hún tók sig ekki alvarlega, þú veist, sem að verða að gera með svona mynd. Nei. Tókst ekki alveg. Og mjög kampi, svona. Já, svona, já. Eða svona, já. Svolítið, já. Svolítið. En mér finnst hún eldast vel. Ok, Alltaf mikið practical dóti í henni. já. Það var að alvöru rífa brellur. fólk í sundur og eitthvað. Já. Alveg brellur. Og James Woods er grjótharri í henni. Voru þeir bounty hunters eða hvað voru þeir eftir? Bara vampiru. Þeir voru bara Þeir voru bara vampire slayers. vampire hunters bara. Já, ok. Þeir breyttust ekki í það, þeir bara voru þeir byrjun myndarinnar. Já. Mér fannst hún svolítið hverfa á sínum tíma. Kannski út á Blade. Já, Því Blade kemur sama ár. Já. 98. Og að því að Vampire sem meiri svona, Blade er bara actionmynd. Já. En Vampire sem meiri svona horror. Já. Svona aðeins meira horror dót í henni. En mér var svo skemmtilegt, þeir voru að vinna fyrir kirkjuna. já. Og þeir fóru í svona nests, eins og kallað, svona vampire nests, Já, og voru að myrða þar vampírur, og voru með svona einhvern lásbóa og voru að skjóta í þær og draga þær út í sólina og alveg rétt, já. svona Tengdu við bíla. bíl eða ekki. Já. Það voru að rifja upp, já, var ekki Baldwin bræðir í Jú, þessu? Daniel Baldwin, Daniel Baldwin. sem er svona ómerkilegasti. Ómerkilegasti Baldwin bróðurinn. Þú ert komin sko, hann er í 4. sæti. Jett. Myndur ekki segja það? Alec Baldwin, Stephen Baldwin og Billy, heitir hann ekki Billy Baldwin? Jú, Billy Baldwin. Jú, þessi er 4. sæti. Klálega. Daniel Baldwin er samt fínn í þessari mynd. Já. Ég man bara að hann var einhver Baldwin bróður. Já, hann var svona hans hægri hönd. Hann var alveg, James Woods. hann var allt í lagi. James Woods er náttúrulega góður í náttúrulega. Hann er alltaf, Alltaf góður. hann kann að leiki í svona myndum. Alltaf góð. Hann kann rosalega að finna tónin í myndum. Já. Hann er mjög Sammála. góður í því. Já, mér varst hann aldrei asnalegur að passa ekki eða James Woods. James Woods er bara góður leikari. Það er ekki hægt að neita því, sko. En svo er annað, hefur hann leikið mikið í ykkur svondóti? Ég held ekki. Ekki ykkur vampýrdrasli. Ekki vampíru, hann var alltaf verið eitthvað í horror, hann var alltaf í Videodrome, ekki? Ég sá hann endur aldrei. Það er mjög spesmynd, þú ætlar að kíkja á hana. En er það samt ekki allt þessi mynd? Jú, alltaf þessi, en bara þú veist, hann var í horror þar. Hefur hann ekki verið í neitt annan horrormynd? Nei, kannski ekki. En hann hefur verið í svona genremyndum. En er Mér ekki finnst hann- aðalega eitthvað svona thrillerar og... Jú, er svona, hann var svo oft alltaf vondigurinn í myndum, þú veist, Já, eins og í Specialist og svona. En mér veist hann alltaf verið með rétta tónin, sko. Já. Hann er alltaf, hann veit alltaf hvað hann er að gera, sko. mér finnst hann alltaf mæta. Hann mætir alltaf, þú veist. Já. Hann er alltaf traustur, hann er svona, það setur svolítið svona öryggi í myndir, sko. Svo er líka svo fyndið að því ég ólst svo mikið upp við hann. Pappa elska hann. Já, Og pappa var síðan með svona James Woods myndir. Eins og það var ein mynd sem ég var næst í búin að setja að lista. Hardway. æðisleg. Mér finnst það ekki mynd. Herru, ok. Hefur þú séð mynd með honum sem heitir El Salvador, sem Oliver Stone gerði? Nei, ég sá hann aldrei. Það er góð mynd. Það er mjög vannmyndi mynd, þú ætlar að kíkja á hana. Er hún ekki 80 eitthvað? 87 eða 8 held ég. Já. Það Nei, er ég svolítið, sé hana. það er svolítið tínt svona Oliver Stone mynd. Hvað er það svona tínt? Svolítið tínt Oliver Stone mynd. Já, Að því þú fíla James Woods, Já. hann er mjög góður í henni, sko. ég man þessu coveri, Já. en ég hef ekki séð hana. Já. El Salvador. Já. Ok, förum að klára það. Yes. Síðasta myndin,
Já, frá 1999, nú er ég að fara svolítið alveg left field í þannig, sko. Aha, Þetta er breskmynd sem að ég held að mjög fáir viti um. Hún, 99. hún er svolítið svona djammið, 90s djammið, kringum rave tónlist og svoleiðis. Og svona hitti svona gamla reyfarinn í mér, svona hitti tau hjá mér þar, og skemmtileg tónlist svona, og bara fjallum djammið frá the 90s. Hún heitir Human Traffic. Human Traffic. Já, Ég er ekki hvað ég. breskmynd, ég veit ekki hver gerðana, ég veit ekki hvort það sé eitthvað þekktur eitthvað er. Ja. Það er einhver orka í þessari mynd sem ég mæli með að fólk kíkja á. Sérstaklega að fólk er bara svona, kannski að fara á smá tjút. Að þessi mynd kom mér rosalega óvart. Ég veit ekki hvað myndir. Já. Þessna hafði ég hana síðast. Þetta er algjörlega left field mynd. Fólk veit ekkert um hana. Sko. Ok, og hún er solid, þessi. Mér fannst þú mjög skemmtileg. En hvernig sást hann síðast? Það er einhver ár síðan. Myndirðu vilja setja disclaimer á hana þátt hjá okkur? Að það geti mögulega verið eitthvað rusk. Auðvitað. Þegar við tala um myndir sem eru meir en 20 ára gamlar, það maður veit aldrei. Ég gerði 80 þátt með Höddafélag mínum. Já. Og við vorum að tala um það svo mikið í þætturum. Að það var svo mikið svona nefna sem var langt sér séð. Já. Og við bara, setjum bara svona, það er smá disclaimer, þetta er mögulega eitthvað rusl sem við vorum að tala um. Maður veit bara aðalega að fólk kíkja á myndir sem eru bara svona týndarokk, það er bara að taka séðan sér náði, sko. En þetta er svona mynd sem að, já, þau sem mun eftir, reiftónlistinu eitthvað svona frá Bretlandi á þessum tíma og svona, þetta er svolítið, sátími. Ok. Þau myndu fíla þessa mynd í bot, sko. Human Traffic. Þetta er bara svona djammynd, þetta er bresk djammynd. Er hún fyndin eða? Mjög fyndin. Mér fannst hún vera mjög vel skrifuð, góð svona orka í henni, svolítið svona, þetta er náttúrulega rétt á eftir Trainspotting og svona, það er svona, það er mikið svona energy í þessari mynd, sko. Ok. Mjög skemmtileg. Og ég endi þetta. Mæli með henni. Og ég vil taka það fram, minn listi. Mm. Ég stendu alla sem myndir sík. Að þess að stutt sín sáflestar. Já. Og ég ákvað að gera það. Ég var með nokkra myndir, svo ég var bara svona, já, ég ætla að koma með þessa. Já. Svo fyrir að það er svo langt sín í sá hana. Já. Þannig að ef við gerum einhvern tíðan 90s gullmála part 2, já, við höfum efni í það. Þá höfum við nóg efni í það. Þá ætlum ég að vera það eru nokkra myndir, ég ætla ekki að nefna núna, já, og það hafa ekki komið til tals núna í þessu þætti. Já. Það eru nokkra myndir sem ég hafa með í huga, en ég myndi vilja horfa aftur á þær. Nákvæmlega, sagði með mér. Ég þarf að kíkja það. Vera viss. Svo þetta sé ekki algjört rusl. Já. Ok, ég ætla að enda þetta. 99? Nei, 98. Ekkert á 99? Engin 99. Haldi, við erum hvori, nei, reyndar, jú, síðasta var 99. Þetta geðveika ára 99 erum við ekki með neitt með. En er það ekki bara því það urðu allar ykkur hittar? Jú, reyndar. Skilur þú? Insane ár. Já, en ég meina frá 98. Já. Og mér finnst þú fárlega vanmyndin. Framhaldsmynd. Ok. Af mjög frægri mynd. Og ég er ekki að segja hún sem ég haf góða fyrsta. En þetta er svo lit bara svona action mynd. Fyrsta, ég er að tísa þig. Mm. Fyrsta myndin er miklu meiri thriller. En seinni myndin fannst mér aðeins meira svona action. Hvenær kom fyrsta myndin? Fyrsta allir sér ekki 93. Skil framhald. Ég er ekki að gefa það neitt, sko. Þekktu leikari er það? Já. Framhaldsmyndin var ekki með aðal karakterum úr fyrstu myndinni. Það var gaurinn sem var í hinu aðalhlutverkinu, já, en hann var basically aukahlutverki. Myndin nummer 2 fjallaði mest um hann. Þess hann fekk framhaldsmynd, ekki aðal gaurinn úr fyrstu myndinni. What? Okay. Ég er engu nær. Engu nær. Ég var til að vita hvort einhver væri búin að fatta þetta sem að hlusta þáttinn. Hvað myndi ég að tala um? Hvað er með fleiri tips? Joe Pantoliano leikur í henni. Leikur í báðum. Já. U.S. Marshals. Já. Hún er geðveik. En hún er samt vanmyndin. Já, nákvæmlega. Hún fór svolítið framhjá öllum. Já, og líka bara því að hún er ekki einskoða fugitive. Já. Það er alltaf bara masterpiece, svo mynd. Já, geðveik mynd. En U.S. Marshals er solid mynd. Mjög skemmtileg. Já. Það er bara líka eitthvað svo gaman við að sjá þennan karakter hans
Tommy Lee Jones vera að eldast við, þó þeir skipta út Wesley Snipes, hann var fínn í þessu, það er bara eitthvað að vita sem virkar. Þetta teimi, vera að eldast við gauðra, já, þú veist, hún er ekki eins góðið Fugitive algjörlega, þú veist, Fugitive er geðveik mynd. Það er betri saga í þeirri mynd. Já, en þetta er mjög skemmtilega thriller. Robert Downey Jr. er fínn í henni, sko. Já, hann er skemmtilegni. Hann er mjög skemmtilega. Og mér finnst bara Tommy Lee Jones, ég held þetta sé upp á Tommy Lee Jones karakterinn minn. Já, klárlega. Samuel Gerard. Já. Ég held alveg örgulega. Hann hefur svona réttu blönduna að, þú veist, Tommy Jones er svolítið grumpy gaur. Hann er góður í að leika svona smá grumpy, en samt svolítið fyndinn og svona. Og hann er smá fáti. Svolítið fáti, smá fyndinn. Þetta er bara rétt að blanda fyrir Tommy Lee Jones. Harður samt. Já, grjótarður. Mér finnst hún helviti góð. Þetta er svona mynd sem að ég hef oft sýnt fólki sem mynd. Já. Af því að það er alveg margir sem kveikt ekki einu svona þetta væri. Nákvæmlega. Að þetta er ekki beint framhaldsmynd af Fugitive. Nei. Bara sami karakter. Sami karakter. Og mér finnst það svo gaman að þeir tóku henni bara auka karakterinn. Ég held mér að hann hafi verið auka hlutverki í fyrstu. Vann hann ekki Óskarinn fyrir auka hlutverki eða eitthvað? Jú. Er það ekki? Jú. Já. Að taka þennan karakter og gefa honum, ég meina hann er alveg á coverinu og allt á Jús Massias, hann er ekkert á coverinu á Fugitive. Harrison Ford bara þar. Veistu hvort hún átti að heita einhvern tíðan Fugitive 2 eða eitthvað svoleiðis, eða hvort það hefði reynd að fá Harrison Ford í framhald og hann segi nei og þá ákveður að fara þessa leið. Ég þekki það ekki, en það hefði verið hræðileg hugmynd. Já, mega ekkert sens. Ef hún fór Richard Kimball aftur. Hvað gerði hann þessu núna? En hvað gerði það ekki aftur núna? Hætt að drepa konuna. Það hefði verið umulegt. Þannig að cool að þeir tóku bara lögguna sem var að elta Ford í sem vann fyrstu. það stjarnan í fyrstu myndinni. Já. Og láta hann bara elta annan glæpamann. En hefði ekki mátt heita Fugitive aftur. Eða þú veist. Það hefði verið umulegt. Það hefði verið Fugitive 2. Fugitive Resurrection eða eitthvað svona, eitthvað orðað eftir, ekki Fugitive 2. En já, kannski var það sem að rugglaði marga, þú veist, US Marshal voru ekki að kveikja, þetta væri, Nei. Ég heldur að það hefði eitthvað haft áhrif. Ég veit ekki, því ég þekki svo margir búin að sjá Fugitive. Það er fræg mynd. Já. Mér finnst ég ekkit oft eitthvað, kannski í mínum vínahóp, búin að sjá US Marshal, eitthvað svona kaupmyndur og þetta. En þetta er alltaf ekki nærri eins fræg mynd. Já. Ég er að segja hvort að titillinn hafi haft þessi áhrif. Þau hefði ekki verið að kveikja. Þetta er sami karakterinn í Fugitive, þú veist. Jú, það hlýtur að vera. Bara marketing hafi klikkað út af því eða eitthvað, þú veist þetta ekki. Hann getur við glögginn að lokast. Eða ekki bara fara að slúta þessu. Er það ekki bara? Er það ekki bara mig í þig og... Nei, ég er þetta nokkuð góð með það. Og ekkert það heitt, eitthvað. Það virkaði að hafa gluggan, sko. Opnaði gluggan. Já, ég þarf að miga. Ég er bara, hann er þreyttur líka klukkan 11:30. Já, þetta er rógætt. Og líka þessi þáttur er hvað í 2 tíma og 40 mínútur cirka. Hvað er þetta? Þetta er sumarkropp með bananabræði. Kom með nýtt kropp. Það er að taka svona auglýsingu fyrir styrstara. Svo litla auglýsingu í restina. En ég vil þakka nú að kærlega fyrir stuðningin og Ölgerinn líka, Doritos. Við erum með þetta. Endur bara þessi Bjarni. Takk fyrir að koma. Og taka þátt setja síðan. Restina. Tökum part 2 senna. Já. Takk maður. Takk fyrir mig.